Fundur settur í borgarstjórn 5. maí 2026 klukkan 13:34 og forseti vill upplýsa að hann mun leita afbrigða í lok fundar að taka fundargerð borgarráðs frá 30. apríl síðastliðnum inn á dagskrá borgarstjórnar. En þá tekið fyrir fyrsta mál á útsendri dagskrá og mælendaskrá verður birt. Hún var slembi valin og tekur þá til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Reyna að byrja þessa seinni umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar 2025. Hann lagður hérna fram í annað sinn fyrir síðari umræðu, samræmi við 8. grein sveitarstjórnarlaga og við fórum yfir þetta 28. apríl síðastliðinn. Hann var lagður fram líka í borgarráði 15. apríl og fullbúinn til endurskoðunar og vísað í borgarráði 27. apríl síðastliðinn til fyrri umræðu í borgarstjórn. Þannig það er gert ráð fyrir því að við getum afgreitt reikninginn í dag. Ég fór yfir í síðustu viku með svona frekar ítarlegum hætti og lofa nú því að ég geri það ekki jafn ítarlega í dag. En við fórum vel yfir svona afkomu og rekstur borgarinnar, bæði samantekinn reikning á B-hluta og rekstur A-hluta og afkomu svo einstaka B-hluta fyrirtæka. Ég veit að félagar mínir munu fara yfir marga parta af því líka í dag og eflaust bara sem flesti borgarfulltrúar takið til máls eitthvað sem að þeim finnst athyglisvert í þessum reikningi. En niðurstaðan var að samantekinn reikningur á B-hluta skilaði jákvæðri rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 8 milljarðar króna en rekstur A-hlutans var neikvæður 5,3 og eins og við fórum yfir með ítarlegum hætti síðast þá þar fyrst og fremst þessi gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga R-deildar brúar lífeyrissjóðs, hún hafði mikil áhrif enda nam hún 9,9 milljörðum á því ári. En þrátt fyrir þessi miklu áhrif lífeyrisskuldbindinga grunnrestur borgarinnar sterkur. Við fórum yfir það síðan. En það mikilvægt að muna að EBITDAn fyrir A og B-hluta var 54,1 milljarður og veltufé frá rekstri 14,6. Þetta í það minnsta þeir kennitölur sem okkur kennt þegar við byrjum sem borgarfulltrúar að horfa sérstaklega á. En þegar ég var í viðskiptafræði námi líka, þá var alltaf að tala að EBITDAn væri svona það sem maður að horfa á. Það svolítið það sem áður en það búið að taka til allra þessar fjármagnsskuldbindinga. Þannig að við erum alveg saman hvað okkur finnst og hverju stundum í pólitík, þá verðum við að segja það að reksturinn að veltufé frá rekstri 14,6 í hlutfallslega tekjum dágóð niðurstaða. EBITDA fyrir A-hlutan var 7,3 milljarðar og veltufé frá rekstri styrkist þar á milli ára og orðið 6,9%. Við væntum þess áður en að þessar lífeyrisskuldbindingar eru okkur ljósar að við myndum ná 7,5% á þessu ári en það verður að bíða þess næsta. Mér langar bara að vekja aðeins athygli á þessu því það var einhverjir sem náðu ekki alveg hvaða mælikvarða við vorum að tala að við hefðum náð. Ef að þið sjáið hér raun 25, raun 24, þá vorum við með þrennt á gulu. Núna erum við vissulega að taka þennan skell með lífeyrisskuldbindingarnar sem vonandi létta þá næstu ár hvað það varðar. En við erum einungis með 1 á gulu og 1 rautt. Bæði veltufé frá rekstri, ef þú tekur það inn í afborganir lána, það hlutfall og lántaka af fjárfestingum komið á grænt, sem þýðir það að við erum að borga meira af því sem við erum að fjárfesta í með okkar eigin fjármagni. Þetta skiptir máli vegna þess að þetta þau markmið sem við höfum sett okkur. Og þið sjáu hérna að til dæmis þróun launakostnaðar dregst saman 3. árið í röð í hlutfalli af útsvarstekjum og jöfnunarsjóðstekjum og í rauninni komin undir þetta 80% viðmið sem við settum okkur.
Þannig að ég held að við hljótum, þegar við tölum núna það að það þurfa að fækka fólki og draga saman, að þá erum við í það minnsta núna í því markmiði sem við settum okkur sem borgarstjórn að fara ekki yfir 80%. Lántakan fór niður á síðasta ári og skuldaviðmiðið talsvert lægra en var gert ráð fyrir í upphaflegu áætluninni. Það komu nokkrar svona ábendingar varðandi hækkun launa á milli ára og í ræðu borgarfulltrúa Hildar Björnsdóttur kom fram að launakostnaður hefði hækkað á milli ára 18,4%. Og það má auðvitað segja það ef að við tökum lífeyrisskuldbindingarnar með sem launakostnað, en þær hafa auðvitað ekki verið greiddar út og eru í sjálfu sér ekki laun sem fólk fær, heldur réttindi sem fólk á inn í framtíðina. Þannig að það í rauninni ekki þegar maður að taka launakostnað og bera saman á milli ára. Það mjög erfitt að taka lífeyrisskuldbindingunum með út af þeim sveiflum sem að þar koma ár frá ári. Og svo þið munið flest öll hér, þá var það jákvæð færsla til dæmis á árinu 2024. Það þýddi ekki að við værum að ná einhverjum miklum árangri að lækka launakostnað, heldur bara það að lífeyrisskuldbindingin var lægri það ári og við fengjum tekjufærslu á móti útgjöldum. Þannig að ég held að sem mikilvægt þegar við erum að tala um launakostnað að við horfum á hann án þessarar reiknuðu stærðar vegna þess að hún segir okkur bara einfaldlega miklu meira það hver launakostnaður borgarinnar og ég heldur og mér sýnist að flest öll sveitarfélög geri þetta svona. Við sjáum hins vegar ef við horfum fram hjá þessu að það ágætis stígandi í afkomu að hluta borgarsjóðs eins og bláa súlan ber merki og það umtalsverður viðsnúningur á þessu kjörtímabili og því ber að fagna og það auðvitað ekki bara þessi meirihluti sem hefur unnið að því, heldur auðvitað öll borgarstjórn en ekki síður fyrir meirihluti sem að þurft að taka margar erfiðar ákvarðanir í fyrrihluta kjörtímabils og við sjáum að við erum að ná svona ákveðnu stígandi og ef ekki hefði komið til þessi sterka lífeyrisskuldbinding núna þá væri það ennþá sýnilega, getum við sagt. En hefur verið umtalsverður viðsnúningur frá 2022 sem var auðvitað þessi mikla verðbólga og svona þessi efnahagslegu aðstæður sem voru þá uppi eftir COVID. Og borgarstjórn sameinaðist að vaxa út úr í staðinn fyrir að draga saman þjónustu, í staðinn fyrir að fara í mikið niðurskurð, að vaxa út úr þeim vanda. Það má segja að við gátum það. Launakostnaður A-hluta hækkaði 8,1% á síðasta ári og þar vega kjarasamningar kennara mest á meðan að launavísitalan hækkaði 7,9% á milli ára. Við erum einhver síður í bara miklu svona, ef við horfum á hækkanir síðustu ára þá held ég að margir hafi talið að þessir kjarasamningar kennara myndu jafnvel vega meira. En það var auðvitað farið í ákveðnar aðgerðir á móti og við sjáum að ef við berum launagjöld A-hluta Reykjavíkurborgar saman við launavísitöluna síðustu 4 árin, þá hún svona almennt aðeins undir þessari almennu launaþróun. Þannig að má segja að þetta núna sé það kannski svolítið, að kennarar hafi haft eitthvað til síns máls að þarna væri komin tími til þess að leiðrétta þeirra laun og þó að við tökum það stóra skref í síðasta ári þá förum við ekki langt yfir þá launavísitölu og ættum í rauninni ekki að vera að fara að taka annað slíkt stórt skref nema svo ólíklega vilji til að ríkisstjórnin ná ekki utan efnahagsmálin og allt fari í bál og brand í haust sem við skulum vona að gerist ekki. Ef við horfum á rekstur málaflokkana, það voru nokkrir hér, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi og einhverjir fleiri sem að fóru mikið yfir það og sögðu að hér hefði bara allt verið í bál og brandi og hér hefur bara verið eitt efni fram. Og finnst mér bara mikilvægt að rifja aðeins upp sérstaklega rekstur málaflokkana sem að við í rauninni horfum ofta á sem eru okkar. Og það vissulega rétt að aðalsjóðurinn, þessi sjóður, rekinn með halla og við tökum síðan saman A-hlutann, eignasjóðinn og aðalsjóðinn og komum út með einhverjum hætti sem oftast hefur nú sem betur fyrir verið í plús. En hins vegar, ef við horfum á reksturinn og það sem var áætlað, þá sjáum við að rekstur málaflokkana var í jafnvægi.
Það var ekki verið að eyða efni fram. Það var ekki verið að lofa einhverju upp í ermina á sér eða að fjölga fólki óeðlilega mikið eða fara í einhverja krúsidúllur þarna. Það var bara mjög ábyrgur og öruggur rekstur á málaflokkunum, á hinum eiginlega borginni sem við erum að sýsla með, bæði á miðlægri stjórnsýslu en líka inn í öllum sviðunum sem auðvitað sviðsstjórnir stýra og stjórnendur þar og eiga bara mikið hróskilið fyrir að ná þessum árangri. En líka þeir sem að sitja í fagráðunum sem að þurfa oft að taka erfiðar ákvarðanir til þess að halda sig innan fjárheimilda sem það er alveg oft svolítið flókið. Og ég veit að þið öll hér þekki það og borgarfulltrúar, en ég er ekki alltaf viss um að almenningur átti sjá hversu flókið það getur oft verið. Og í svona fjölskipuðu stjórnvaldi eins og við erum, þá þurfum við að koma okkur oft saman oft bara ansi flóknar aðgerðir. Þannig að ég myndi segja vel gert. Þið sjáu hérna á þessari mynd þessa sundurliðun á þessum umfangsmikla rekstri sem borgin sinnir í þessum kjarnasviðum, þessum kjarnasviðum á miðlæga stjórnsýslunni. Og þetta eru í heild 209 milljarðar á síðasta ári. Þið sjáu hlutfallslegu skiptinguna. Ég fæ bara að fara aftur. Máldagskrá þá. Við sjáum þið hlutfallslegu skiptinguna og miðað við samantekin brúttó útgjöld þeirra og skólafrístundasvið eru auðvitað langstærst eins og við fórum yfir síðast og umhverfis- og skipulagssvið og menningar íþróttasvið og önnur vega minna. Ég bara bið að fá að fara aftur á máldagskrá, kæri forseti, til þess að geta klára ræðuna mína. Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri hefur lokið máli og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi tekur næsti máls. Virðulegi forseti og ágæta borgarstjórn. Ársreikningur Reykjavíkurborgar í raun og veru bara yfirlit yfir rekstur borgarinnar. En þessi ársreikningur, hann ekki góður vitnisburður rekstur borgarstjórnar meirihlutans frekar en ársreikningar fyrri ára. Þetta er nú ekkert nýtt. En samstæða borgarinnar af B-hlutarnir saman, borgin og Orkuveitan og fleiri skila jákvæðri rekstrarniðurstöðu 8 milljarða króna. En það samt verri niðurstaða en ári áður og langt undir því sem að meirihlutinn hafði sjálfur áætlað, sem átti að vera nærri 13 milljarða afgangur en varð 8. Og það í raun kannski fyrsta hættuljósið. En hitt enn mikilvægara og það sem ég ætla að beina sjónum mínum að, það þegar við skoðum A-hlutann, sem borgarsjóður, grunnþjónustan, leikskólarnir, grunnskólanir, velferðin, daglegt viðhald, snjómokstur, sorphirða og allt hitt sem að borgarbúar finna fyrir þetta áþreifanlega, þjónustan við fólk. Og þá niðurstaðan sú að A-hlutinn rekinn með tapi. Og tap A-hlutans árið 2005 eru 5,3 milljarðar króna. Og það ekki bara smáhalli, það stórt frávik. Það 10 milljörðum lakar en árið áður og líka langt frá því sem meirihlutinn lofaði í fjárhagsáætlun. Þar var gert ráð fyrir að A-hlutinn væri með lítinn afgang, en ekki tap. En þetta ekki flókið, þetta þýðir einfaldlega að Reykjavíkurborg ekki að standa undir eigin rekstri. Við erum bara að eyða meira en við erum að afla. Og virðulegi forseti að þegar rekstur stendur ekki undir sér, þá gerist eitt af tvennu. Annaðhvort hækkar fólk gjöld eða skatta, sem að meirihlutinn hér hefur verið mjög glaður að gera. Eða þá að borgin fyrir í aukna lántöku og skuldasöfnun, sem einmitt líka þar sem að þessi meirihluti hefur mjög glaður gert. Og það einmitt það sem við sjáum. Í ársreikningum kemur fram að skuldir og skuldbindingar samstæðunnar af B-hlutin saman nú komin upp í 560 milljarða króna, hækkuð 35,8 milljarða á einu ári. Og ég held að þegar tölurnar eru svona stórar þá spyr ég borgarbúar, hvað eru að fá fyrir þessa skuldasöfnun? Hvað eru að taka lán fyrir? Því á sama tíma á skuldinar að vaxa, þá heyrir maður frá íbúum alla borg að foreldrar, við erum ekki að fá leikskólapláss, við erum að flakka á milli skólabygginga út af miklu og viðhaldsleysi. Starfsfólk að vinna undir mjög miklu álagi, starfsfólki sem á gólfinu, mikil aðhaldskrafa þar þarf að spara og skera við nögl
í hvern einasta atriði. Allt sem sko þjónusta nálagt íbúum, þar á alltaf að spara. Og íbúar að sjá viðhaldi dragast, verða götunar, gangstéttinar, húsnæði, nefndu það, allt sem við getum séð þegar við lítum hérna út. Og þjónustan sein, það tekur 1.000.000 ár að fá svör ef einhver svarar, ef það þá hægt að hringja og samt ertu nú að borga gjald fyrir allt, bara nánast að hringja í borgina þarf að borga gjald fyrir nánast. Og svo eru náttúrulega grunninnviðinni bara víða orðnir aðeins þreyttir. Og það er mjög erfitt að réttlæta svona skuldasöfnun, svona gífurlega skuldasöfnun, þegar að fólk upplifir ekki að þjónustan sé að batna í takt við útgjöldin. En það er nefnilega hinn hliðin á skuldasöfnun og það er vaxtakostnaðurinn. Þegar skuldir vaksa, þá vex vaxtabyrðin líka. Og í skýrslu fjármálasviðs með ársreikningi kemur fram að fjármagnsliður samstæðuna sé neikvæður 22 milljarða króna og vaxtagjöld og verðbætur nema 27 milljörðum króna. Þetta eru peningar, tugir milljarða, sem eru ekki að fara í leikskóla, ekki að fara í götur, ekki að fara í íþróttahús, ekki að fara í félagslega þjónustu. Þetta eru bara peningar sem eru að fara í það að halda skuldunum gangandi, halda skuldasöfnuninni gangandi, skuldakerfinu. Og þetta er bara vond þróun, vægast sagt. Því sem meira sem fer í vexti, því minna fer í þjónustu. Virðulegi forseti, það líka vert að nefna að rekstrargjöld borgarinnar eru að hækka hraðar en tekjur. Rekstrargjöld án afskrift að hækka 11,7 milljarða milli ára. Við erum sem sagt að keyra kostnaðinn upp hraðar en við erum að byggja upp tekjugrunninn, svo sagt er. Og jú, þar vegur þungt að það er launakostnaður og skuldbindingar. Og hér var vikið að lífeyrisskuldbindingunum sem var gjaldfært upp á 9,9 milljarða og er 3,2 yfir áætlun og þetta er svolítið áhugavert að hlusta hérna á ræður núna og seinast þar sem að því að ég man eftir þegar ég satt minn fyrsta fund í borgarráði þá brá mér yfir þessu lífeyrisskuldbindingum og þá var fyrrverandi borgarstjóri Samfylkingarinnar með ýmsar útskýringar og það er aldrei neitt að þessum lífeyrisskuldbindingum þegar það er sveiflast í rétta átt en auðvitað þarf að útskýra máli þegar það er sveiflast í vitlausa átt sko. En þó er það þannig að þetta er ekki útgjöld sem við veljum í klassískum skilningi en þetta eru samt útgjöld sem að borgin þarf að geta staðið undir. Það er samt þannig. Og það er bara mat okkar sjálfstæðismanna og hefur bara verið eitthvað sem kannski gömul saga og ný en aldrei að sjaldan er góð vís og oft kveðin. Það er ekki, það er bara ákveðið ábyrgðarleysi að reka borg þannig að það verður að treysta á skuldsetningu. Að það verður að hlutinni að reddast með því að taka fleiri lán. Þegar reksturinn dugar ekki, það er ekki góður rekstur. Ég meina, það segir sig bara sjálft. Ef þú getur aldrei, þú ert alltaf að taka lán fyrir útgjöldunum, þá er allt í fokki. Svona mannamáli sagt. En ég líka aðeins tala það sem skiptir máli kannski fyrir venjulegt fólk og það er bara raun og veru sjóðstreymið. Það er að skýrslan segir að handbært fé samstöðunar hafi lækkað 3,3 milljarða króna á árinu. Það þýðir að borgin nefnilega ekki að safna upp í varasjóð. Borgin er að tæma allt mögulegt fjárhagslegt svigrúm sem hún gæti haft. Og þetta er ekki góð staða fyrir sveitafélag sem stendur frammi fyrir mikilli fjárfestingaþörf á næstu árum, hvort sem þessi mynd skólar, leikskólar, gatnakerfi, íþróttamannvirki eða uppbygging í hverjum borgarinnar. Þannig ég held að það sé nú bara alveg óþarfi að fegra þetta. Þessi ársreikningur segir okkur 3 hluti. Fyrsta lagi, borgin er ekki að ná fjárhagslegu jafnvægi í A-hluta. Við erum að reka grunnþjónustuna með tapi. Í öðru lagi, skuldir og skuldbindingar halda áfram að vaxa hratt. Nú í þriðja lagi, vaxtabyrðin er orðin þannig að hún er búin að éta upp allt svigrúm sem ætti að fara í þjónustu og innviði. Allt fjárhagslegt svigrúm. Og þetta er ekki bara eitthvað sem gerist á blaði, þetta þýðir bara að borgarbúar eru að borga meira og við finnum það, borgarbúar finna það, vera það í formi skatta, gjalda eða bara í verri þjónustu. Það er það sem þannig að þegar fólk kemur hennu upp og segir já og þetta er nú bara frábært reksturinn í fínu lagi, fyrir ekki akkur þá vera að hækka skatta, akkur þá vera að hækka gjöld og akkur þá er þjónustan svona eins og hann er, akkur þá göturnar ónýtar, akkur þá viðhaldi í skólahúsnæðinu í tómu tjóni, akkur þá ekki hægt að byggja þessi íþróttamannvirki. Ég meina, halló. Það er ekki að gabba fólk svona oft sko. En þetta er það sem við í Sjálfstæðisflokknum höfum verið að vara við ár eftir ár eftir ár eftir ár.
og við viljum bara borg sem metnaðfull, en metnaðurinn þarf að byggja á raunveruleikanum og raunstöðinni og við getum ekki haldið áfram að byggja framtíð Reykjavíkurborgar á því að hækka skuldinar bara ár eftir ár á meðan að grunnrekstur borgarna stendur ekki undir sér. Það þarf að taka bara alvarlegt samtal forgangsröðun, það þarf að taka alvarlegt samtal hvað við erum að nýta peningana í og hvernig fólk að vinna, hvernig ferlanir eru hérna og hvers vegna það kostar svona, að því léleg þjónusta kostar, það náttúrulega gleymist. Að þegar við erum ekki að gera hlutina rétt, að gera hlutina vel, þá kostar það miklu meira en að gera hlutina rétt og vel. Þannig hvað á borgin að gera sjálf og hvað hann ekki að gera, það hægt að einfalda og hagræða og samræma og spara. Og við erum bara að byrja í grunnatriðunum og það bara að koma þessari borg aftur í rekstrarjafnvægi. Af því að ef við gerum það ekki þá endar það alltaf á sama stað, bara stærri reikningur sendur á skattgreiðendur og ég held bara íbúar sem er búin að fá sig fullsatta af þeirri rekstrarnálgun þessa borgarstjóra meirihlutans. Þannig virðulegi forseti, ársreikningurinn fyrir árið 2025 ætti að vera okkur öll bara mjög mikilvæg viðvörun. Þetta bara áminningum að fjármál Reykjavíkur þurfa nýja stefnu, meiri festu, meiri aga og meiri ábyrgð. Það verið ekki eins og til vinstri eða hægri, þetta bara spurning almenna skynsemi. Og þetta eitt af því sem við ætlum að gera strax. Taka reksturinn styrkum höndum. Takk. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti hvetur borgarfulltrúa til þess að forðast að nota blótsyrði í ræðum sínum. Þá höldum við áfram með mælendaskrána og tekur þá til máls Dóra Björk Viðarsdóttir, borgarfulltrúi. Afsakið, forseti fór rangt með. Það Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi, sem tekur næstu til máls. Forseti, það verður að segjast að það ákveðin vonbrigði þegar að þessi ársreikningur birtist og sýndi þá stöðu sem að kom í ljós, sérstaklega þegar haft í huga hverjar væntingarnar voru eftir fyrstu 3 ársfjórðunguna. Við erum, þrátt fyrir að tekjur borgarinnar séu háar og reksturinn sé umfangsmikill og allt það, að þá kostnaðurinn samt sem að alltaf að vaxa meira og meira og það alveg hægt að útskýra hluti með því að vísa til lífeyrisskuldbindinga en það dugar ekki fyrir öllum vandanum sem það og það sem að verra að við erum líka í óvissu efnahagsástandi þrátt fyrir að hafa fengið loforðum vaxtasleggjur og hvað eina fyrir nokkrum mánuðum síðan að þá erum við bara í þannig stöðu og að hluta til líka vegna utanaðkomandi atburða sem að gerast út í heimi sem að hafa það í för með sér að nú verðið á olíu komið langt yfir $100 og það hefur áhrif hérna og efnahagsástand í heiminum ótryggt. Við erum með háa vexti, við erum með atvinnustig sem að og hverju mánuði, hver mánaðamót fáum við nýjar fréttir af einhvers konar fjöldauppsögnum og loforðum lækkandi vexti hafa ekki staðist. Atburðir í Miðausturlöndum gera það verkum að við erum að leiðin inn í mjög ótryggt ástand sem hafa verið áhrif síðan á ferðaþjónustu hérna á Íslandi. Bæði vegna þess að verð á flugmiðum hækkar út af hækkandi verði á olíu og gasi, heldur líka bara vegna þess að fólk ferðast síður í ótryggu ástandi. Mjög mikil fækkun á ferðamönnum frá Bandaríkjunum
og mjög mikil fækkun á ferðamönnum frá Evrópu til Bandaríkjanna líka vegna ástandsins þar. Og það hefur áhrif á okkur vegna þess að margir af þessum ferðamönnum stoppa hérna á Íslandi eða fljúga hérna í gegnum Ísland. Þannig að við erum í mjög ótryggu efnahagsástandi og eins og við höfum séð í fréttum undanfarna daga að þá eru blikur á lofti varðandi kjarasamninga í haust. Þannig að sú staða sem að birtist okkur hérna undanförnu bæði þessi ársreikningur og síðustu ársreikningar og þó að hérna við höfum fengið þarna einn ágætan ársreikning sem að oddviti Framsóknarflokksins hossar sér mjög mikið á, að þá breytir það ekki samt sem áður stöðunni að borgin safnar skuldum. Og það var áhugaverð grein í Viðskiptablaðinu núna í síðustu viku, þar sem var farið yfir hvað skuldirnar hafa hækkað á síðustu 11 árum, síðustu 12 árum, síðan að Samfylkingin tók við borgarstjórastólnum. Það eru 100 milljarðar. 100 milljarðar aukning á skuldum borgarinnar. Og það er einmitt ástæðan fyrir því. Það er ástæðan fyrir því að það gengur illa síðan að sækja lánsfé. Hvað höfum við hort upp á mörg útboð sem að hefur verið hætt við vegna þess að það fengist ekki tilboð í skuldir borgarinnar? Hvað hefur það gerst oft á þessu kjörtímabili? Staða borgarinnar er alvarleg, staða efnahagsmála í landinu og í raun og veru í heiminum öllum, eða sérstaklega kannski hérna í Vestur-Evrópu, er alvarleg. Og fyrirhyggjuleysi og kæruleysi núverandi og síðustu meirihluta er eiginlega alveg skelfilegt og kallar á það að það verði farið í einhver viðbrögð á næsta kjörtímabili. Og það blasir við að það þarf að taka til í rekstri borgarinnar. Það blasir við að valdþreyta Samfylkingarinnar og fylgiflokka hennar hefur komið borgin í þannig stöðu að það þarf að taka til. Þessi ársreikningur segir okkur það að við erum í stöðu þar sem kostnaður er að vaxa hraðar heldur en tekjur. Eins og ég kom inn á þá er efnahagshorfur að veikjast og óvissa framundan. Þetta er bara alls ekki góð blanda. Þannig að þessi ársreikningur, hann er viðvörun fyrir okkur. Hann er viðvörun fyrir okkur að við þurfum að taka til í þeim rekstri og hætta með þau gæluverkefni og þau vandræðaverkefni sem við erum verið með og við förum að vinna hlutina betur og við förum að vinna hlutina þannig að við berum virðingu fyrir þeim tekjum sem að borgin fær. Við berum virðingu fyrir því að við erum að sýsla með almannafé og að við tökum því hlutverki alvarlega. Mér finnst þessi meirihluti, síðasti meirihluti, þar síðasti meirihluti og þar síðasti meirihluti sem allir eiga það sammerkt að þar hefur Samfylkingin gegn lykilhlutverki ekki hafa sinnt þessu hlutverki og þess vegna vona ég að eftir einhverja 11 daga felli kjósendur þann dóm að það sé komin tími til þess að eiga vaktaskipti hérna í húsinu. Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Sara Björg Sigurðardóttir. Friðjónsson var að
fara með hér í ræðistól. Mér langaði að spyrja borgarfulltrúan sem var tíðrætt oftar en einu sinni og oftar en tvisvar hann ætla að taka til og hans flokkur ætla að taka til því að ástandið væri svo mikið svartnætti. Mér langar að spyrja borgarfulltrúan hvar ætlar Friðjón og hans fólk að byrja því að taka til? Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi við lokið við að veita ansvar. Óskar borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson eftir að svara ansvari. Svarar borgarfulltrúi það ansvari. Já, ég gæti byrjað á því að benda borgarfulltrúanum á að fara og skoða verkefnalista Sjálfstæðisflokksins á heimasíðunni okkar. Þar eru ríflega 140 atriði sem við ætlum að ganga í á næsta kjörtímabili. En fyrst og fremst það sem ég held að við þurfum að gera að endurhugsa forgangsröðunina í þeim málaflokkum sem að borgin að verja peningum í og hætta að bruðla með peningana borgarinnar. Burt með bruðlið. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi við lokið við að svara ansvari og veitir ansvar öðru sinni. Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Bruðl, bákn, þetta allt svona orðræða sem hefur fallið úr munni sjálfstæðismanna í gegnum tíðina. Borgarfulltrúin svaraði ekki spurningunni minni og langar mig kannski að rifja upp í hans flokkstíð þegar sjálfstæðisflokkurinn réði lofum og lofum í fjármálaráðuneytinu, leiddi ríkisstjórn meðal annars, þá var eitthvað sem heitir Jöfnunarsjóður sveitarfélaga og þar undir þeirra hatti, með þeirra samþykki, hans flokkssystkina, hefur borgin orðið af tæpum 6 milljörðum á ári síðan 2019. Það þá framlagið til með börnum af erlendum uppruna sem mjög brýnt og aðkall og hefur verið leiðrétt að hluta til með núverandi ríkisstjórn, en eftir situr grunnskólaframlag sem enn hefur ekki verið leiðrétt. Þarna erum við að tala mjög háar fjárhæðir sem getur styrkt stöðu skólana í Reykjavík. Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi við lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Nú man ég, forseti, nú man ég ekki betur en svo að það hefur verið í tíð síðustu ríkisstjórnar sem að fyrstu breytingarnar urðu á framlaginu hjá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, en það breytir því ekki að grunnrekstur borgarinnar þarf að lagast. Það hægt að benda út í loftið, en núna í allar áttir og segja að þetta var einhverjum öðrum að kenna. En það allt saman bara einhverjar afsakanir. Samfylkingin hefur stýrt þessari borg og hefur ekki sniðið sér stakk eftir vexti og það gengur ekki að benda bara á einhvern annan í því efnum. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi við lokið við að svara ansvari öðru sinni, telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu og Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti. Reksturinn árið 2025 var í jafnvægi og í samræmi við áætlun með fráviki upp á aðeins 0,1%. Reksturinn var þar með í samræmi við áætlun og það er frábært. En á þessu sama ári sömdum við kennara með tímamóta samningum. Við það jukust lífeyrissjóðsskuldbindingarnar ansi mikið. En það er ekki peningar sem að greiða þarf í dag en sem þarf að færa inn í dag og við það varð niðurstaðan í halla. En það snýst ekki að reksturinn sé svo slæmur, það snýst lífeyrissjóðsskuldbindingar. Það er reiknuð stærð, ekki óráðsía í
óráð sé í rekstri, heldur einmitt reiknuð stærð. Sjálfstæðisflokkurinn vildi auðvitað ekki semja vel við kennara, en við vildum það og okkar borgarstjóri vildi það og það var gert. Og meðal annars vegna þess eru þessar lífeyrissjóðsskuldbindingar svona há upphæð og þar með rekstrar niðurstaðan lakari fyrir vikið. Ef við tökum til hliðar þessar lífeyrissjóðsskuldbindingar sem reiknuð stærð, þá stöndum við betur en árið á undan. Kennitölurnar sýna jákvæða þróun. Ég stolt af því að hafa staðið með kennurum, einni allra mikilvægustu stétt þessa lands. Jafnvel þó það afhendi Sjálfstæðisflokknum eitthvað lélegt vopn í kosningabaráttu sem stenst enga skoðun. Vegna þess að það var rétt að leiðrétta laun kennara, kennsla mótar framtíð landsins okkar. Kennarar halda utan börnin okkar, valdefla þau og leiðbeina og veita þeim tækifærin sem þau eiga skilið. Fjárhagsáætlun Reykjavíkur gerir svo ráð fyrir að A-hlutin verði rekinn með 4,8 milljarða króna hagnaði í ár, 6,9 milljarða króna hagnaði á næsta ári og 7,8 þar á eftir. Og við vitum að lífeyrissjóðsskuldbindingarna munu ekki skekkja þessar tölur jafn mikið og árið 2025. Því við semjum nefnilega ekki við kennara á hverju ári. Og hvað þá með tímamóta samningum? Það eðlilegt og það viðeigandi og það mikilvægt að fara vel með peninga og rýna vel í hvernig farið með almannafé. En niðurstaðan í þessum rekstri sýnir ekkert nema jákvæða þróun, sterkan grunnrekstur og jafnvægi í rekstri. Og svo háar lífeyrissjóðsskuldbindingar, sjokkerandi háar í raun. Reiknuð stærð sem vitnar góða kjarasamninga við kennara sem snúast að efla samfélagið okkar. Og ég stolt af því. Lífeyrissjóðsskuldbindingar sagði fulltrúi Sjálfstæðisflokksins bæjarstjórinn á Seltjarnarnesi nýverið í viðtali við Morgunblaðið með leyfi forseta. Okkur uppálagt að færa þetta inn sem rekstrartap sem það sannarlega ekki. Þannig það. Það segir fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Hljóði í þessum sali kannski öðruvísi, en það auðvelt að segja hvað sem þegar maður ekki við völd og maður ber enga ábyrgð. Þá getur maður talað á óábyrgan hátt og það þekkjum við vel í þessum sal. Og ekki vorum við að loka þessu gati með lóðasölu eins og kollegar Sjálfstæðisflokksins hafa gert í öðrum sveitarfélögum. Reykjavík seldi lóðir fyrir 60% af bókfærðum lífeyrisskuldbindingum, en í Kópavogi seldi bæjarstjóri Sjálfstæðisflokksins lóðir fyrir 4,7 milljörðum meira en áætlað var og meira en tvöfalt meira en sem nemur lífeyrissjóðsskuldbindingunum upp á 2,1 milljarð. Og þannig var þetta gat dekkað með lóðasölu. Það gerði Reykjavík ekki. Við erum að huga að gæðum og þróun lands á forsendum samfélagsins. Við beitum okkur ekki fyrir því að byggja á vatnsverndarsvæði við ystu útmörk bara til að fegra efnahaginn eins og Sjálfstæðisflokkurinn gerir sem við stjórn í Kópavogi. Því það ekki í hag íbúa og það ekki í hag samfélagsins. Við gerum hlutina á ólíkan hátt, það alveg ljóst. En hvernig nú raunverulega staðan? Þarf í rauninni að ráðast í svo ofboðslega umfangsmikil viðbrögð eins og sagt var hér áðan af Friðjóni Friðjónssyni borgarfulltrúa? Nei. Skuldahlutfalli það næstlægsta á höfuðborgarsvæðinu. Veltufé frá rekstri jókst sem hlutfall af tekjum og það það besta á svæðinu utan Kópavogs. Skuldir á íbúa eru þær næstlægstu og veltufjárhlutfalli það langbesta. Og við vitum að þetta góða veltufé í Kópavogi, það borið uppi af barnafjölskyldum. Og hvernig hægt að hreykja sér af því? Fjölskyldur með leikskólabörn sem þurfa 40 klukkustunda vistun á leikskóla þurfa að greiða 450.000 krónum meira í Kópavogi en í Reykjavík. Það þarf frekar kannski að taka til annar staðar, eins og þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn við völd, eins og jafnvel á Seltjarnarnesi, þar sem að mér fannst ótrúlegt að hlusta á bæjarstjóra Sjálfstæðisflokksins kvarta yfir því í útsendingu að hafa þurft að bæta við deild á leikskóla vegna þess að Reykjavík var ekki lengur að sjá íbúum Seltjarnarness nægilega vel fyrir dagvistunarúrræðum. Þau væru svo takmörkuð, skamm Reykjavík. Svona þetta nefnilega. Reykjavík ber ekki bara velferðina á bakinu, ber önnur sveitafélög á bakinu.
Borgin hefur tekið 661 íbúð í gagnið hjá Bjargi fyrir tekjulægri fjölskyldur og þetta eru hópar sem að geta ekki keypt sér á markaði. Og við gerum þetta til að veita börnum og fjölskyldum öruggt skjól, til að veita börnum og fjölskyldum hugarró og öryggi án þess að þurfa að flytja sig setu og án þess að þurfa að flytja sig á milli skóla. Það skiptir rosalega miklu máli að það sé ekki stéttaskipting það að búa við öryggi og fyrirsjáanleika. Kópavogur hefur ekki tekið eina einustu íbúð í gagnið fyrir sama hóp. Og svo er þetta óbóðslega stolt fólk sem vil taka hér við stjórn borgarinnar og hvað ætlaði að bjóða upp á? Þeim ætlaði að vera allavega að sýna ekki mikinn lit í þessum efnum og taka utan þann hóp sem að þarf sannarlega stuðning okkar. Í nýlegu viðtali var bæjarstjórinn í Kópavogi ekki minnsta skömmustuleg yfir þessari staðreynd. Vegna þess að markaðurinn eigi bara að ráða þessu. Börn tekjulegra fólk á að vera ofurselt markaðnum og það er svar Sjálfstæðisflokksins. Vegna þess að Sjálfstæðisflokknum er sama venjulegt fólk, tekjulegra fólk. Þau eru hér til að standa vörð efnafólk og þess vegna skiptir máli að halda þeim frá stjórn borgarinnar. Takk. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og Alexandra Brím, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti og borgarstjórn, góðir áheyrendur, ég ætla nú ekki að hafa þetta brjálæðislega langt í dag, ég fór ágætlega yfir þetta á síðasta fundi og eins og ég sagði, við hefðum auðvitað viljað sjá sumar af þessum stóru tölum líta fallegar út, en eins og Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri fór yfir, þá er þessi mínus í A-hluta út af lífeyrisskuldbindingum. Það sem er helst að breyta því er þessi framreiknaða skuldbinding sem er bara erfitt að sjá fyrir og þetta er auðvitað ekki hlutur sem við erum að greiða út. Mér finnst þessi orðræða að við höfum verið bara einhvern veginn að missa tökin á eyðslunni eiginlega geta ekki verið annað heldur en annarkvort skelfilegur misskilningur eða beinlínis gegn bara betri vitund, af því að við sjáum að sviðin eru að koma út sirka á jafnvægi. Við sjáum að við erum búin að sýna töluvert og bara í rauninni mjög mikið aðhald í verkefni. Við erum búin að halda aftur af okkur með ótrúlega margt sem við hefðum viljað gera öðruvísi eða meira eða betur og það er sárt. Það er margt sem við hefðum viljað setja meira púður í á þessum tíma sem við höfum haft. En við höfum upplifað bara mikla skyldu til þess að sýna ábyrgð og ég bara segi það samstarfsfólki mínu til tekna að ég veit að það hefur oft verið erfitt. Það er hérna fólk með mjög bara heita og brennandi hugsjón fyrir því að gera enn meira og betur og þá er ég ekki bara að tala Pírata, ég er líka bara að tala Samfylkingu og Sósíalista og Flokk fólksins og Vinstri græn og í rauninni bara Framsókn og jafnvel Sjálfstæðisflokkinn í einhverju tilfellum og Viðreisn auðvitað. Þetta bara, það er margt sem við hefðum verið að gera meira með og við höfum verið að sýna aðhald vegna þess að við viljum líka skila ábyrgum rekstri og það hefur verið erfitt og oft sárt. Og það að það komi einhver framreiknuð lífeyrisskuldbindingarstærð sem að setur okkur í mínus þýðir ekki að okkur hafi ekki gengið vel. EBITDAn er góð, rekstur sviðanna er góður, afnotafyrirtækin eru góð, þetta er allt saman bara á góðum stað. Ég þoli ekki þessa orðræðu sem að sumir stjórnmálaflokkar halda fram bæði inn á við og út á við að allt sé í molum í rekstri sveitarfélagsins. Það grefur undan traustinu á okkur, það grefur undan bara borginni, það grefur undan markmiðum borgarinnar þegar það er bara svart á hvítu og þetta sýna fram á það að reksturinn er bara fín. Og stöðug orðræða annað getur bara einfaldlega haft áhrif á það að okkur bjóðast verri lánakostir eða færri fjárfestingarfyrirtæki eða starfsfólk vill síður vinna hjá okkur eða bara alls konar. Við erum endilega ósammála það hvernig við forgangsröðum og við erum ósammála það hvernig við notum peningana og við erum ósammála það hvaða útsvar við leggjum eða fasteignagjöld við setjum eða hvað. En
reynum að standa saman þetta sameiginlega markmið sem okkur varðar öllum, sem rekstur borgarinnar, þjónusta við borgarbúana og að Reykvíkingar fái nú sem best fyrir sitt skattfé, fái einhvern veginn virði þess sem þau eru að leggja inn til okkar og það sé ekki verið að grafa undan svona heildarmarkmiðum borgarinnar þó svo að það gæti gerst að pólitískur andstæðingur fái eitthvað smá kredit fyrir það á endanum, með leyfi forseta afsakið orðbragðið. En jú, til að fara yfir nokkra hluti. Mér finnst það markvert að nefna að lán Orkuveitunar sem hafa eigendaábyrgð nema núna 30,9 milljörðum en bein ábyrgð borgarsjóðs á þeim 28,9 milljarðar og þetta hefur lækkað 9,8 milljarðar frá ársbyrjun 2025. Og þetta mjög markvert. Orkuveitan hefur á síðustu árum unnið mjög markvíst í því að lækka hlutfall sinna skulda þar sem að eigendaábyrgð gildir og það hefur gengið mjög vel. Þetta voru langstærstu hluti lánasafns Orkuveitunar fyrir bara nokkrum árum og sérstaklega bara eftir hrun þegar þetta bjarga sér og þá kom inn risastór lán með eigendaábyrgð. Nú búið að vinna það allt saman niður. Mér finnst það risastórt og bara mjög mikilvægt. Við skulum ekki gleyma því. Stóri lánapakkin sem innan gæðslappa gæti fallið á borgarbúa orðið miklu minni heldur en hann var. Það líka alveg rétt sem kom fram í ræðu Friðjóns Friðjónssonar hérna áðan að skuldir borgarinnar hafa vaxið síðustu 10 árin. En mér finnst það óhæðilegt að stilla því upp sem bara einfaldri krónutöluhækkun sem tekur ekki mið af verðbólgu, fólksfjölgun, stækkandi tekjustofnum, vaxandi eignasafni. Langtíma skuldir Reykjavíkurborgar voru vissulega tæpir 40 milljarðar 2015 og 140,2 milljarðar í árslok 2025. Það bara satt. En fastafjármunir borgarinnar 2015 í A-hluta voru 136 milljarðar og 465 milljarðar samanlagt í A- og B-hluta, meðan árið 2025 var í A-hluta 236 milljarðar og 900 milljarðar í A- og B-hluta. Þetta tæp tvöföldun og bara óheiðalegt að láta eins og þetta sé ekki staðreynd. Skuldirnar hafa vaxið en það hafa eignir og tekjur líka gert. Rekstrartekjurnar hjá borginni árið 2015 voru 91 milljarður en eru 206 milljarðar í ár. Veltufé frá rekstri var árið 2015 rúmir 5 milljarðar en eru rúmir 14 milljarðar í ár. Næstum því þrefalt. Á þessum árum hefur líka verið verðbólga, bara fyrir utan allt annað. Jafnvel þó að rekstur borgarinnar hefði bara algjörlega staðið í stað. Þá hefði samt milljón í byrjun árs 2015 verið 1,5 milljónir 2025. En eins og ég fór yfir kannski síðast, reksturinn mikilvægur, þetta ekki bara rekstur. Við erum hérna líka fyrir hugsjón, við erum hérna líka til að veita þjónustu, við erum hérna líka til að vera skynsöm og það hvað við setjum fjárfestingu í getur líka verið bara skynsöm fjármála ákvörðun. Fjárfesting í mikilvægum innviðum fyrir borgarbúa eins og bara skólunum eða orkuinnviðum eða almenningssamgöngum eins og borgarlínu skilar sér í meiri gróða fyrir samfélagið til lengdar heldur en að gera það ekki og heldur en að það hefði gert að setja sömu peninga inn á bankabók eða heldur en að það hefði gert að lækka útsvar sem svarar sömu upphæðum. Ég trúi því allavega okkar hlutverk hérna að vinna þau verkefni sem að borga sig fyrir borgarbúa. Nýta sameiginlega sjóði borgarbúa skynsamlega til þess að gera hluti sem að auka lífsgæði, sem að auka heildarverðmæti borgarinnar, innviða hennar, þess sem að við notum öll til þess að halda lífum okkar og atvinnulífinu og öllu gangandi. Það snýst ekki bara það að skila flestum krónum í vasan. Fjárfesting í velferð getur skilað sér í minni kostnaði við velferð seinna. Fjárfesting í námi getur skilað sér í öflugra hagkerfi seinna. Fjárfesting í stafrænum innviðum skilar sér í lægri rekstrarkostnaði við þessa innviði seinna. Það ekki bara þannig að það að greiða niður lán dragi úr lánakostnaði seinna. Fjárfesting í skynsamlegum hlutum sem að spara okkur kostnað seinna líka fjárfesting. Mér finnst þetta bara mjög mikilvægt að halda þessu til haga. Og það sem við gerum hér, við erum ekki hérna til þess að vera endilega bestu hagfræðingarnir eða viðskiptafræðingarnir. Við erum með frábært fólk í vinnu við að vera rekstrarfræðingar og hagfræðingar og sérfræðingar í áhættustjórnun og sérfræðingar í rekstri.
Við vissulega eigum að vera dómbæra á þá hluti, við eigum að skilja þá hluti, en við erum hérna til þess að ákveða hver er vilji borgarbúa. Úr þeim skynsamlegu kostum sem að starfsfólkið okkar stillir upp fyrir framan okkur, hvað viljum við eða hvað teljum við í okkar umboði sem fulltrúar borgarbúa raunar að sé það sem að borgarbúar vilji velja úr þeim kostum sem við höfum, innan marka þess fjármagns sem við höfum, þeirra laga sem við búum við, þeirra reglugerða sem að stýra því sem við gerum. Ég vil meina að í þessu samstarfi sem að við höfum verið núna síðasta árið og líka í samstarfinu þar á undan höfum við yfir það heila verið að taka góðar ákvarðanir. Við erum að fjárfesta alveg heilmikið, við erum að bæta líf borgarbúa, við erum að bæta þjónustuna, við erum að passa upp á mannréttindi, við erum að passa upp á lýðræði, við erum að passa upp á samráðið, við erum að byggja betri borg, við erum ekki bara einhvern veginn að halda öllu í lágmarki og einhvern veginn gera sem minnst vegna þess að við teljum að það eina sem sveitarfélagi eigi að gera sé að kveikja á ljósunum eða eitthvað svoleiðis. Ég trúi ekki á þetta lágmarksríki eða það að við eigum bara að sinna einhverju algjöru grundvallar þjónustu og skila restinni bara í lægra útsvari. Það ekki að mínu viti hlutverk borgar og sérstaklega ekki hlutverk höfuðborgar eða Reykjavíkurborgar. En nú eru að fara að koma kosningar. Við bara sjáum hvað kemur út úr þeim. Borgarbúar ráða þessu á endanum og ef að þeim finnst við hafa farið óskæmsamlega með fé, þetta ekki ákvarðanir sem þau eru ekki styðjandi, þá bara kemur það í ljós. En ég legg mín verk stolt í dóm borgarbúa. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, verður lokið máli sínu og Skúli Helgason, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, við ræðum hér ársreikning ársins 2025. Ég langar að fara svona aðeins nokkrum orðum stóru myndina fyrst og færa mig síðan yfir í stöðuna í þeim málaflokki sem ég hef veitt forstöðu á kjörtímabilinu sem menningar og íþróttaráð og svið. Eins og hér hefur komið fram þá jákvæð afkoma samstæðunnar upp á tæpa 8 milljarða. Afkoma A-hlutans neikvæð 5,3 milljarða en það skýrist að langmestu leyti af gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga sem að tengjast nýjum mikilvægum kjarasamningum, ekki síst við kennara á síðasta ári sem auðvitað ein mikilvægasta fagstétt samfélagsins okkar og hækkun launavísitölu opinberra starfsmanna. Þegar ég skoða þennan ársreikning þá finnst mér eiginlega ein stærsta fréttin sem að kannski hefur ekkert mikið verið fjallað og svo sem gefur einna besta mynd af fjárhagsstöðu borgarinnar að afkoma málaflokkana í nær fullkomnu samræmi við fjárhagsáætlanir. Frávikið hverfandi, aðeins 0,1% eða 191 milljón í hagkerfi sem að veltir 200.000 milljónum á hverju ári. Það þetta ótrúlega góð niðurstaða sem sýnir okkur svart á hvítu að aðhaldið í fjármálum borgarinnar hefur sannarlega verið til staðar, bæði í yfirstjórninni, út á fagsögunum og alveg á gólf starfsstöðvað alla borg. Þetta mikið fagnaðarefni og mikilvægt að halda áfram á þessari leið. Þetta ótrúlega góður árangur í fjármálastjórn sviðana og borgarinnar í heild. Ég vil líka benda á að hér að ræða stakkaskipti í rekstri málaflokkana miðað við næstu 2 ár þar á undan þegar stærsta sviði skóla- og frístundasvið var rekið með rúmlega 6 milljarða halla samanlagt, 3,5 milljörðum 2023 og 2,5 2024. Þá var þetta ekki búið að taka í notkun nýju fjárhagslíkun leikskóla og grunnskóla og stór hluti skólana var því vanfjármagnaður af þeim sökum. Nú öldin önnur og rekstur málaflokka borgarinnar í miklu betra jafnvægi heldur en sést hefur langt árabil. Það líka ástæða til þess að fagna því að borgin að draga samanvarandi langtíma lántökur. Þær voru í hæstu hæðum 2021 í þeirri lægð sem að rekstur borgarinnar mætti í miðum heimsfaraldri, en frá þeim tíma hefur hlutfall lántöku af fjárfestingum lækkað úr 125% í 61% í fyrra og 2025 fyrsta árið þar sem að lántöku hlutfallið
fer niður fyrir 70% frá árinu 2019. Það er líka ánægjuefni að tekin ný langtímalán lækka 3 milljarða milli ára og hafa þó lækkað á hverju einasta ári allt kjörtímabilið úr 23 milljörðum 2021 í rúma 13 milljarða í fyrra. Afkoman í stórum dráttum í samræmi við markmið fjármálastefnunar og mælikvarðar flestir á grænu, þar með talið veltufé frá rekstri sem hækkar úr 6,3% í 6,9% milli ára. Launahlutfallið lækkar milli ára í 78,5%, skuldaviðmið stendur í 80% og hækkar vissulega 2 stig en vel undir 100% markmiði fjármálastefnunar. Nú, ef við færum yfir í stöðuna á menningar- og íþróttasviði og kannski svona árangurinn á síðustu misserum, þá niðurstaðan sú að nettó útgjöld sviðsins voru tæpur 21 milljarður sem var 79 milljónum eða 0,38% yfir áætlun. Einstakir liðir ýmist hækka eða lækka, rekstur safna var tæpum 80 milljónum yfir áætlun, hitthúsið 44 milljónum, sundlauga 26, en síðan aðrir vegamiklir liðir eins og Íþróttaborgin og yfirstjórnin 47 milljónir undir áætlun hvort sig. Niðurstaðan fyrir sviðið í heild sem sagt tæplega 0,4% yfir áætlun sem verður að teljast ásættanlegt borið saman við horfurnar á fyrri hluta árs þegar stemdi í alltaf 450 milljóna króna halla á sviðinu. Ef við förum aðeins yfir svona það sem að hæst hefur borið í þessum málaflokkum, þá vil ég nefna hækkun styrkja í 3 áföngum til grasrótarinnar í menningarmálunum, sjálfstæðra aðila og hópa í menningargeiranum, en þar höfðu framlögin rýrnað næstu 7 árin á undan í mikilli verðbólgu. Efling starfsemi Tjarnabíós, Bíóparadísar, Nýlistasafnsins, Kling og Bang með auknum fjárveitingum í nýjum samningum, auki fjármagn til listaverkakaupa samtíma listamanna hjá Listasafni Reykjavíkur eftir rýrnun árin þar á undan. Í íþróttamálunum undirbúning vetrargarsins í Breiðholti sem að verður væntanlega opnað á starfsárinu 2027-28. Það verður hrein útivistar paradís bæði og einkum á veturna en líka með aðstöðu til útivistar og útsýnis á sumrin. Áframhaldandi bætt nýting á frístundastyrknum og það sérstakt gleðiefni að nýtingin hefur aukist í því hverfi þar sem að þáttakan hefur verið hvað minnst, hækkað 8% í Efra Breiðholti og þar til viðbótar nýfarið að staða Breiðholtsverkefnið Virkjun Breiðholt sem á enn frekar að auka þáttöku barna og ungmenna í því hverfi í íþróttum og öðru skipulögðu frístundastarfi. Fjárveitingar til íþróttamála hafa aukist talsvert á kjörtímabilinu, jafnt styrki til íþróttafélaga, hækkun frístundastyrksins helming og uppbygging íþróttamannvirkja. En það sérstakt gleðiefni að núna á undanförnum mánuðum hefur verið gengið frá ákvörðunum í borgarráði sem að tryggja 5 efstu verkefnin á forgangslista íþróttamannvirkja sem var unnin í miklu og góðu samráði eru öll komin í skýran farveg fjármögnunar, hönnunar eða framkvæmda. Nú, ég vil nefna líka að það eru spennandi hugmyndir bætta aðstöðu sviðslista í borginni sem að var mikið til umræðu hjá okkur á síðastliðnu ári og þar var meðal annars lagt til að Iðnó sem hér í næsta nágrenni við okkur yrði nýtt á ný sem leikhús. En Iðnó var áratuga skeið eins og margir þekkja hér annað helsta leikhús borgarinnar á eftir Þjóðleikhúsinu. Nú standa yfir viðræður samstarf rekstraraðila Iðnó og Tjarnabíós sem að vonir standa til að muni skila sér í samkomulagi að settar verði upp leiksýningar undir merkjum Tjarnabíós í Iðnó á komandi starfsári. Það mikið fagnaðarefni og ekki vanþörf á því að bæta úr aðstöðumálum sviðslista í borginni. En við höfum líka verið að stíga skref í þá átt að bæta úr aðstöðumálum til lifandi tónleikahalds í borginni með endurreisn á úrbótasjónum tónleikastaða. Það líka sérstök vinna í gangi við að skoða leiðir til að styðja betur við bakið á listamannareknum rýmum og vonumstu eftir að það skili niðurstöðu á allra næstu mánuðum. Forseti nokkur orð í lokin leikskólauppbygginguna sem að stýrihópur kjörinna fulltrúandi minni stjórn hefur leitt með stuðningi öflugra starfsmanna á mismunandi sviðum,
skóla og frístundar, umhverfis- og skipulags, fjármála og áhættustýringarsviðs. 4 nýir leikskólar hafa orðið til á því kjörtímabili sem að klárast, rétt eins og á því síðasta. Þar með orðið til 8 nýir leikskólar eða nýjar starfsstöðvar í fullir stærð við starfandi leikskóla fyrir utan fjöldaminni stækkana þar sem opnaðar voru nýjar deildir. Alls 1300 ný leikskólarými frá 2018 og 1500 til viðbótar sem í undirbúningi. Mörg þeirra langt komin og þar svona næst okkur í tíma nýr glæsilegur leikskóli í Elliðaárdal sem að mun opna síðar á þessu ári og annar í Fossvogi á fyrstu mánuðum nýs árs. Ég nefni líka að á næsta borgarráðsfundi verður lögð fram uppfærð aðgerðaáætlun stýrihópsins Brúum bilið með 7 nýjum verkefnum sem að munu fjölga myndarlega rýmum í stað verkefna sem að hafa verið tekin úr forgangi. Og ég vil að lokum þakka borgarfulltrúum bæði meira og minnihluta fyrir gott samstarf á kjörtímabilinu og yfirleitt prýðilega samstöðu mikilvæg framfaramál. Þakka starfsfólki borgarinnar fyrir góð störf og starfsfólki sviðana fyrir að standa vaktina af ábyrgð, halda rekstrinum í öllum meginatriðum í jafnvægi og starfsfólki fjármála og áhættustýringarsviðs sérstaklega fyrir vandaða og góða vinnu. Reykjavík menningarborg, Reykjavík íþróttaborg, Reykjavík góð borg og vel rekin og það mikilvægur grunnur fyrir enn betra samfélagi í borginni. Skúli Helgason, borgarfulltrúi við loki máli sínu og Þórdís Lóa Þórólfsdóttir, borgarfulltrúi tekur næst til máls. Forseti, kæra borgarstjórn, ég ætla ekki að koma hér upp og þusa meira, ég búin að þusa nóg yfir þessum ársreikning. Þusi snerist þó aðalega það að það stóðust ekki áætlanir eða skýr viðmið sem við fengum í lok árs, en nóg það. Það sem mig langar að núna B-hlutinn. Mig langar að staldra aðeins við B-hlutann og ársreikningin eða eiginlega kannski frekar B-hlutann og nýtt frumvarp til sveitarstjórnarlaga sem nú liggur fyrir. En B-hlutin eins og þið þekki, mikilvægur hluti að heildarmynd fjármála borgarinnar. Þetta öflug fyrirtæki sem við þekkjum vel gegna lykil hlutverki í uppbyggingu, innviða og tryggja mikilvæga grunnþjónustu fyrir alla borgarbúa og fyrir miklu fleiri en bara borgarbúa. Orkuveitan segir á heimasíðunni aflvægi nýrrar framtíðar. Þetta svona slógan úr nýju stefnunni, frábært fyrirtæki og spennandi tækifæri þar og ég var einmitt á aðalfundi eða ársfundi Orkuveitunar og fékk þar að hlýða á í rauninni framtíðarsýn þeirra og það verður að segjast að það eru stórkostlegir tímar framundan þar sem auðvitað kalla á fjárfestingar líka. Öll dótturfélag Orkuveitunar með áhrifasvæði út allt land og ég hef nú tekið hérna almennt þus í þessum stól borgarstjórnarstól nákvæmlega umráðasvæði Orkuveitunar og ekki það að ég sjá eftir því að Orkuveitan sé að tryggja innviði út allt land, það rauninni bara austfirðir og vestfirðir, það sem, hvað maður að segja, svona áhrifasvæði Orkuveitunar ekki, en alls staðar annars staðar á landinu. En ástæðan fyrir því að ég verið að þusa hér það að þetta lendir allt saman í samstæðureikningi borgarinnar. Akranes, eðlilega, og borgarbyggðar reyndar og Akranes, hvað var Orkuveituna. Og þetta hef ég oft rætt hérna. Og það kannski þess vegna sem að mér finnst nýja frumvarpi til sveitarstjórnarlaga áhugavert. Faxaflóahafnir, þekkjum það, þau segja núna í nýrri stefnu við tengjum heiminn við Ísland, framsækið og skemmtilegt stef sem þar í gangi. Og nú að fara að opna seinna í þessum mánuði að opna nýja farþegaskiptamiðstöð, þannig að það sannlega búin að vera margra milljarða innviða uppbygging þar. Nú, svo það stóra og góða fyrirtæki okkar félagsbústaðir, tryggja framboð af félagslegu leiguhúsnæði í Reykjavík og þetta nú eitt af þeim málum sem hafa ratað í forsíðu blaðana núna, þar sem að það hefur verið bent á þá að mér finnst það nú bara með réttu, ég vil bara fá að taka undir með samfylkingunni hvað það varðar, að auðvita á að benda á þann augljósu staðreynd að Reykjavík eina sveitarfélagið sem hefur verið að byggja samhliða verkalýðshreyfingunni fjölbreytt húsnæði. Þannig að mér finnst bara eðlilegt að benda á það en við þekkjum öll félagsbústaði og hvað áhrif það hefur á umgjörun okkur og hér hefur við rifist reikningsskilareglur og ég veit ekki hvað.
bottom lineið með leyfi forseta, ég sé að sletta svona, að hér bara góð og vel rekin fyrirtæki og ársreikningurinn okkar hann sýnir það. En mig langar að draga fram frumvarpið. Það eru ákveðnar breytingar í þessu frumvarpi ef af verður og auðvitað eru einhverju núansar sem verið að tvíka til núna. En í fyrsta lagi á að hækka skuldaviðmið sem eykur þá náttúrulega svigrúm til fjárfestinga. Þetta getur verið mjög jákvætt en felur í sér aukna áhættu ef ekki gætt aðhalds og þá kemur eins og fjármálastefna borgarinnar klárlega vel inn og við höfum verið að gera góða hluti hvað það varðar. Í öðru lagi það að heimila ákveðna skuldir séu undanskildar viðmiðum. Það þýðir að framsetning fjármála getur breyst án þess að undirliggjandi skuldbindninga breytist neitt og í þriðja lagi verið að endurskoða flokkun félaga í reikningsskilum. Og þannig kannski liggur kjarni málsins. Ég pínu vandræðalega spennt yfir þessu. Þetta þýðir að við verðum kannski mögulega í framtíðinni með A-hluta, með B-hluta og með C-hluta. Og ekki það að ég geti nákvæmlega sagt hvernig það mun líta út því að ég hef ekki bara þær forsendur hér og nú. En þetta getur gjörbreytt samstæðureikning borgarinnar og mér finnst eðlilegt og ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar og við höfum rætt þetta hér áður. Ég kann ekki þessa fjármála, tækni, lagfræði, lógík á bak við þetta allt saman og allar síst kann ég nú kannski ég með djúpþekkingu í þessum reikningsskilum en þetta skiptir máli fyrir okkur sem hér stöndum og berum dagsdaglega ábyrgð á samstæðureikning borgarinnar að við séum með heilbrigt umhverfi, við séum ekki hér í dramatískum ræðum skuldaviðmið og skuldahlutfall þegar það hefur með fyrirtæki að gera sem eru að byggja innviði út allt land. Og við tala nú ekki hér á stór svæðinu Hvítá til Hvítá. Þannig að ég nú bara vandræðalega spennt yfir þessu frumvarpi sem að ráðherra Flokks fólksins með. Ég fylgjandi því að við séum með opinbert eignarhald í innviðafyrirtækjunum okkar. En mér finnst eðlilegt að við skoðum dótturfyrirtækin reglulega, sérstaklega þau sem eru komin í opna samkeppni. Og ég bara fylgjandi því að við skoðum dreifðara eignarhald þar og þá ég ekki, takið eftir því hvað ég ekki að segja. Ég ekki að segja að selja Orkuveituna, ég ekki að segja að selja allt frá okkur og einkavæða allt. Ég að segja að skoða og það finnst mér að vera verkefni framtíðarinnar hérna í þessum sal eða kannski frekar en í borgarráði. Við að skoða það hvernig við þróum þessi B-hluta fyrirtæki, þessi dóttur fyrirtæki Orkuveitunar áfram á að skoða dreifðara eignarhald á þeim. Mér finnst algjörlega eðlilegt að við skoðum það en mér finnst líka eðlilegt að borgin eigi stærsta hlutan að því. Þetta getur náttúrulega orðið gjörbreyting ef þetta verður A, B og C-hluti og ég ætla að fá taka undir með borgarfulltrúanum Alexandru Brím, það skiptir máli að umræðan hér sé af ábyrgð og yfirvegum því að við höfum oft rætta hér. Dramatískar yfirlýsingar héðan eða skrýmslavæðing fjármála borgarinnar héðan hefur bein áhrif á markaðinn og það auðvitað löngu búið að skrýmslavæða borgina. Við berum allt þetta höfuðborgarsvæði á öxlunum. Það bara þannig og hverjum þar að kenna? Bara okkur sjálfum. Það bara retorikinn hérna inni, hún hefur verið þannig undanfarin ár með góðri hjálp einhverja fjölmiðla og skrýmsladeilda að þá það bara þannig að borgin að bera þessar byrðar. Og það ótrúlega áhugavert að fylgjast með því í gær í sjónvarpinu, þar sem verið að spurja út í, bæði var ég að hlusta á Kastljós hvað var það rannsókn eða könnun skulum við kalla það, hvaða svona ímynd ákveðin verkefni hafa og svo hins vegar umræðu samgöngumál. Og það segir það enginn, en það svo augljóst. 70% ánægja með þjónustu mögulega í Hafnarfirði eða Kópavogi en mjög lítil ánægja í borginni. Ef við værum að gera djúp þjónustukönnun sem við höfum gert, og hvað segja djúp þjónustukannunnar? Það segja að það mikil ánægja með þjónustunni hjá borginni. Það óánægja með að vera að bíða, sannarlega, það rétt við að taka á því, en þegar það kemur að þau sem að fá þjónustu, aldrað fólk, fatlað fólk, foreldra barna í leikskóla, ánægð með þjónustuna. En í gær í sjónvarpinu þá verið að spyrja viðhorf og viðhorfið svo neikvætt og við erum sjálf að svara þessu Reykvíkingar. Og af hverju við að láta glepjast að þessu? Mér finnst það ferlega súrt og ógeðslega sárt, verð ég að segja. Þess vegna enn og aftur tek ég aftur undir með
ástríðufullum borgarfulltrúa Alexander Briem sem hélt hér hjartnæmaræðu á síðasta borgarstjórnarfundri og tjáði ást sína til borgarinnar ef ég man rétt, þá bara tek ég undir það. Við eigum að passa hvað við segjum. Við eigum að sýna ábyrgð, við eigum sannarlega að skilmast hérna pólitískt, við eigum að vera beitt og við eigum að gagnrýna, það er bara eðlilegt. En við verðum að passa orðræðin okkar og ég hvet ykkur til góðra dáða núna í þessari lokaskrefum kosningabaratunar. Við erum hérna með ársreikning sem er staðreynd. Hún er bíómynd síðasta árs eins og ég fór yfir hérna á síðasta fundi. Við erum með framtíðina fyrir framan okkur. Við erum með ótrúlega spennandi B-hlutafyrirtæki sem er margt að gerast. Ég vil hvetja ykkur til dáða að tala fjármál borgarinnar upp. Við erum þó nánast með fáum sveitafélögum með öfluga fjármálastefnu með mælikvarða sem að borgarstjóri fór yfir hérna áðan sem að við erum alltaf með augun á og okkar góða fólk á fjármálasviði er þar fremst í flokki. Þannig að ég segi bara, þetta er glataður ársreikningur á A-hlutan. Mér finnst glatað að við skildum ekki ná áætlun. Ég ræddi það í dítil hérna síðast, ég ætla ekki að ræða það. Ég er ánægð með B-hlutan og ég er aðalega ánægð með það að það er alveg ótrúlega spennandi tækifæri framöndan fyrir þau sem verða hérna eftir kosningar að taka til hendinni og gera það af ábyrgð. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórólfsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Forseti minnir á að forseti getur ekki gefið leyfi fyrir enskuslættum. Tekur þá til máls borgarfulltrúi Magnús Davíð Norðdal. Fulltrúin fellur frá orðinu og þá tekur til máls borgarfulltrúin Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti og ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Það er búið að vera fræðilegt að hlusta hérna í dag og margar skoðanir í báðar áttir sem að hafa heyrst og ég sem fulltrúi lítils flokki í 5 flokka meirihluta, flokkur sem að nýtir það besta úr báðum áttum, get tekið til greina ýmislegt sem að fram hefur komið, alltaf jákvæða að sjálfsögðu og það ég bara er hérna sammála því sem að kom fram í máli borgarfulltrúa Þórdísar Lóu, Alexander Briem, varðandi það að við megum ekki tala niður eða skrimslavæða ársreikning eða borgina í heild, rekstur borgarinnar. En auðvitað náttúrulega, þetta er náttúrulega mjög, getur verið pólariserað umræða, þetta er alveg frá svartagalsrausi hér úr hægri áttum til hérna þess sem við erum að heyra núna. En það breytir því ekki að rekstur borgar er ekkert ósvipað náttúrulega rekstur fyrirtækis, stórs fyrirtækis og stórt fyrirtæki hlýtur að þurfa að hafa þá ábyrgð að endurskoða sinn rekstur árlega til þess að athuga hvar má gera betur og hvernig má snúa rekstrinum í þá átt sem að nýtist best fyrirtækinu hverju sinni miðað við bæði aðstæður innanlands sem erlendis eins og við komum fram hérna áðan. Það hefur gríðarlega mikill árangur nást á þessum stutta tíma þessa 5 flokka meirihluta og ég sem fulltrúi í þessum litla flokki fólksins, inn í þessum meirihluta, tek heilshugar undir það að þetta hefur nást mikill árangur hefur nást á mjög stuttum tíma. Við hefðum gjarna viljað hafa 4 ár til þess að gera enn betur því að það er bara þannig að það þarf meira heldur en rúmt 1,5 ár til þess að gera þetta alveg skothelt. En að vísu þá verður ársreikningur borgar eins og Reykjavíkurborgar, hann verður aldrei skotheldur 100% og það er bara liggur í eðli þess að það verður aldrei hægt að lýsa yfir fullnaða sigri í jafnvægi, hvað varðar jafnvægi hagræðingar og þjónustu því að það bara liggur, það er sveitarfélagi í dag getur ekki verið að spara árum saman til að geta staðgreitt byggingu skólahúsnæðis eða annara innviða sem að sveitarfélag þarf að bregðast við hverju sinni, heldur þarf að taka yfirleitt lán fyrir því og það er bara þannig að lán eru svona eiginlega algjört skilyrði þess að hægt sé að fara í stærri framkvæmdir og það við horfum fram á mikla að það er gríðarlega mikil innviðarskuld sem að Reykjavíkurborg stendur frammi fyrir. Það var komið inn á borgarfulltrúi Skúli Helgason myndist á forgangsröðun
uppbyggingu íþróttamannvirkja og þar þarf borgin að gera enn betur og við þurfum að forgangsraða fjármagni enn betur til að geta gert það með þeim sóma sem að þarf. Og líka varðandi bara gangstéttir, gatnakerfi og fasteignir og fleira í eigu borgarins sem að þarf að taka virkilega til skoðana hvernig hægt að bregðast við þeim skemmdum og þeirri kannski, hvað segir maður? Já, vissuleyti skort á viðhaldi sem að hefur kannski verið í mörg ár sem að þarf að snúa við. Þetta kemur alltaf bara inn á það. Það er ákveðin, það er sparnaður á fjármunum í því fólkin að huga vel að eignum borgarinnar, varandi myglu, raka og allt slíkt. Þannig að það hjálpar til. Það er peningur sem kemur tilbaka eins og allt það fjármagn sem við leggjum í velferðamál og fleira, að þetta kemur allt tilbaka eins og komið fram. Það er ákveðin fjárfesting fólkin í því að huga að frístundum og tómstundum barna. Það er ákveðin mótvægis aðgerð við vandamál og lengingum biðlista þegar fram í sækir. Þannig að allir þessir fjármunir þeir koma tilbaka á einn eða annan hátt. En það breytir því ekki heldur að skuldir borgarinnar eru miklar og það er kannski umfang og eðli borgarinnar, eða bara stækkun borgarinnar undanfarin ár sem að hluta til alltaf skýrir það með þeim framkvæmdum sem að þurft að fara í á þessum tímabili. Og það þarf að takast á við það, lækka skuldir og fleira. Og það þarf líka það má gera enn betur í rekstri borgarinnar, það liggur alveg ljóst fyrir. Það þarf að skoða enn betur varðandi ákveðna hagræðingu, það má skoða sameiningu skrifstofa. Það þarf að gera ýmislegt á hverju ári, hver meirihluti hverju sinni þarf að hafa það í huga að þetta er ekki stjórnsýsla borgarinnar sem hefur haft tilhneigingu til að þenjast út, að það þarf að skoða hana reglulega og endurmeta eins og ég sagði áðan miðað við aðstæðu hverju sinni. Ég persónlega var með ákveðnar hugmyndir svona að ganga kannski örlítið lengra í svona ákveðni skipulagsbreytingu eða hagræðingu á ákveðnu sviði en það var ekki alveg vilji fyrir því. Þetta er stuttur tími og sviðin standa vel eins og við komum fram í ársreikningskynningunni hjá Heiðu borgarstjóra hérna áðan að svo má líka huga því að getur verið að við þurfum að hugsa þetta einhvern veginn öðruvísi. Hérna áður fyrir þá var ákveðin svona miðlægur sjóður sem að vera að veita úr í stað þess að veita beint á sviðin sjálf. Það hafi verið umræður upp það hvort að mætti skoða slíka hluti einhvern veginn, taka það áfram til þess en þetta leiðir alltaf því að finna bestu lausnina hverju sinni og það er mjög mikilvægt fyrir Reykjavíkurborg sem að er að þessari stærðargráðu og er þessi mikli þjónustu veitandi í á Íslandi á höfuðborgarsvæðinu að ég tek líka undir það með borgarfulltrúa Þórdísi Lóu hérna áðan að þessar kannanir gefa ekki alveg raunsanna mynd af dýpt og umfangi þeirra þjónustu sem borgin er að veita og borgarbúar eru ánægðir með. Og svo má ekki gleyma því heldur að þakkir til starfsfólks borgarinnar sem að hefur staðið sig gríðarlega vel í því að þjónusta borgarbúa og bara hlúa að rekstri borgarinnar með sínu vinnuframlagi og öllu því. Það hafa verið raddir há veikindahlutfall og fleira og það verður líka hafa í huga að stór hluti þjónustu borgarinnar byggir á því að eins og það eru fólk sem vinnur á leikskólum, það sem eins og allir vita, þar eru allar umgangspestir sem fara þar í gegn og eðlilega veikist fólk meira, starfsfólk í slíkum aðstæðum heldur en einhver stað lokað inn á skrifstofum annar stað. Þannig að það gefur auga leið að það eru alls konar breytur sem þarf að taka inn í þessa mynd til þess að hægt sé að skoða þetta í svona raunsönnu samhengi. En ég bara enn og aftur, ég og minn flokkur fólksins sem að nýtir það besta úr báðum áttum að sjálfsögðu að við viljum taka þetta enn lengra, við viljum gera betur í svona ákveðni ég minna á það að til dæmis stór fyrirtæki er að hagræða sameina skrifstofur sem kom inn á áðan og líka það til að stytta boðleiðir, auðvitað þarf að skoða millistjórnarlag og fleira og þannig að við getum fengið meira fjármagn nýtt í það sem þess er þörf hverju sinni. Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Sabína Lefskov, borgarfulltrúi, tekur næst til máls.
Forseti, hér hefur verið farið ítarlega yfir það sem stendur að bak við þennan ásreikning. Við erum farið yfir okkur sé uppálagt að færa lífeyriskuldbindinga eins og rekstrartap, en maður sagt hans aðeins í umræðinu út af við að við heyra meira málefnalega umfjöllun það. En umræðin sem við þurfum að taka hér í dag, eins og við svo sannarlega, rekstur borgarinnar og það áherslur sem þessi meirihluti hefur skilgreind fyrir starfið okkar, og það erum við stolt af því að hafa dregið vagnin í félagslega þjónustu, uppbyggingu á almenna félagslega húsnæði, menningu og fjölbreytileika borg en nokkuð tíma fyrr. Ég var á síðasta ári og í þessi meirihluti gegnt embætti formanns mannréttindaráðs og ætla þess vegna aðeins að víkja að þeim hluta rekstrar borgarinnar. Það síendurtekið stef í aðdragandi kosninga að það þurfi að spara í rekstri Reykjavíkurborgar. Og það sem helst í umræðinu nú fyrir sveitarstjórnarkosningar tillögur að best sé nú að loka mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar og það fjármagna og svo duga til að fjármagna göng og mislæg gatnamót alla borg, laga miklu vandan, leysa húsnæðisþörfin og byggja íþróttahallir. Breytingar má alltaf gera og það höfum við gert. Við sameinum strax í byrjun kjörtímabils undir síðastu þá verandi meirihluta ofbeldisvarnarnefnd inni í mannréttindaráði og sameinum svo áfram undir nýja meirihluta aðgengisnefnd í málefnum fatlaðs fólks, öldungaráð og fjölmenningaráðið inn í sem sagt mannréttindaráði. Sumum verkefnum var einnig frestað, það var ekki endurráð í stöður, þannig að rekstrarinn dróst töluvert saman og skilaði 76 milljóna afgangi. Það sem eftir stendur, og það raunveruleikinn hér sem mun blasa við þeim sem taka hér við eftir kosningar. Það raunveruleikinn að stór ef ekki umfangsmesti hluti þeirra verkefna sem starfsfólk mannréttindaskrifstofunnar sinnir lögbundin og þau verkefni þarf gott sem að vinna. Það að færa starfsfólk til eða ráða nýtt verður ekki og vera aldrei spartnaður, heldur miklu frekar líklega kostnaðarauki. Slíkar stakar tilfærslur hafa áður því miður ekki alltaf gengið vel. Allt tal að leggja þetta alveg niður einfaldlega blekking, allt tal að færa það undir velferðarsvið og spara þar með gífurlega fjárhæðir einfaldlega blekking. Umsjón með lögbundnum hlutverkum og verkefnum í málaflokki jafnréttis og mannréttinda bæði skilvirkari og hagkvæmari ef sértæk þekking og starfsemi til staðar sem leið nýtist öllum sviðum borgarinnar. Undir það falla til dæmis samráðsverkefni við notendur fatlaðs fólks og hagsmunasamtök eldra fólks. Þessum verkefni ekki hægt að vísa einfaldlega undir velferðarsvið eða önnur ráð vegna þess að það eðli eftirlits hagsmunaaðila að þetta samtal sé vistuð á öðrum stað en það sem veitt þjónusta. Með fullu virðingu fyrir þjónustu velferðarsvið þá það líka hluti af staðalmyndum að öll málefni fatlaðs fólks eða eldri borgara séu velferðarmál. Það jafn oft skipulagsmál sem við ræðum þarna, skólamál, þátttöku í menningu og íþróttum og svo framvegis. Í raun það ákveðin vanvirðing í því að horfa á fatlað fólk eða eldri borgara ekki sem sjálfstæða manneskju með fjölbreytta þarfir, áhugamál og réttindi, heldur einungis notendur þjónustu vegna stöðu sinnar. Fleiri verkefni sem annaðhvort lögbundin eða fest í samþykkti stefnumótun borgarinnar eftirfylgni með jafnréttisáætlun samkvæmt lögum jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Regnbogavottun sem aðalverkefni sérfræðings í hinsegin málefnum aftur eitthvað sem þarf að þjónusta alla borgina, þar til dæmis sundlaugar og skólar undir. Eftirfylgni með stefnum fjölmenningarborgina sem var samþykkt hér einróma og samráð við innflytjendur en þar hafa einmitt samskiptaleiðir minnkað gífurlega af hálfu ríkisins með því að leggja niður fjölmenningarsetur og ráðgjöf fyrir innflytjendur hjá mannréttindaskrifstofu þar. Alþjóðlegt samstarf á borð við Intercultural Cities eða Nordic Safe Cities starfrækt á þessari skrifstofu þar sem samtal við hin Norðurlöndin á sér stað öryggi í borgum, ofbeldisvarnir og ógnir við lýðræði. En það sem flokka helst undir þjónustu við innflytjendur sem kemur fram í
í ásreikningu, heilar 13 milljónir og nú þegar 50% undir áætlun. Ofbeldisvarnamálin eru undir og undir það falla útköll vegna heimilisofbeldi 55 milljónir, samstarfsverkefni saman gegn ofbeldi eða stuðningur borgarinnar við bjargarlið, heila 10 milljónir. Jú, þetta mætti spara. Ef við erum sammála að ofbeldisvarnir eru óþarfi og heimilisofbeldi ekki lengur verkefni sem skiptir máli fyrir borgina. Ég hef ekki tölu á því hversu oft ég hef heyrt í þessum salsetninguna með leyfi forseta, Reykjavík er höfuðborg Íslands og ætti að sjá sóma sinn í því að. Til stuðnings við hvaða mál sem minnihluti hefur lagt hér fram sem ekki talin lögbundin eða grunnþjónusta. Jú, forseti, Reykjavíkurborg er höfuðborg Íslands og að mínu mati á hún að vera leiðandi í málaflokkinu, jafnréttis- og mannréttindamála. Þetta er nefnilega líka útflutningsvara. Þetta er söluvara Íslands, þetta er ímynd Íslands sem verið að rækta í öllum kynningarefnum. Ég tel að við ættum að vera stolt af því að Reykjavík sé borg fyrir öll, þar sem fólk á að njóta sín til fulls, óháð uppruna, trúarbrögðum, kynhneigð, kynvitund, aldri, fötlun eða annarri stöðu. Hvað segja þetta fólk sem nú sækist eftir völdum í borginni að kalla það starfsfólk sem sinnir vernd íbúa og starfsfólk borgarinnar frá ofbeldi og mismunun fitulag sem þarf að skera burt? Þeir sem hér sitið og eru í kosningabaráttunni haldu þessu fram, þið viti betur, þið viti að hér hefur verið sparað og lagt saman eins og hægt er, þið viti að flest sem eftir er hvort sem er lögbundið og að færa þetta undir eitt svið myndi veikja lýðræðislega samtalið verulega. Þið viti að þau verkefni sem eru ekki lögbundin eins og ofbeldisvarnir, málefni hinsegin fólks eða innflytjenda eru gífurlega brýn. Og þið viti að jú, kannski er hægt að kroppa nokkur atkvæði af öfgahægri og mannfjandsamlega hreyfingum með þessu tali, en þið eru að styrkja þau með því að gera lítið úr lýðræði og mannréttindum, en það þurfa þau þá að gefa í. Helstu verkefni í þessu málaflokki sem ég vann að sem formaður mannréttindaráðs á síðustu ár var að vinna að ofbeldisvörnum barna, óþarf gæluverkefni, og svo fjölmenningarstefnan sem snýr að því að innflytja tilheyra borgarsamfélaginu, óþarf gæluverkefni. Þá nefni ég bara eitt á móti sem þið sem setja hér áfram megið velta aðeins fyrir ykkur. Hér eiga á næstu 5 árum að fara fram mestu framkvæmdir sögunar innan borgarmarka. Samgöngusáttmáli, þjóðarhöll, húsnæðisuppbygging sem á sig enga líka. Áframhaldandi svimandi vöxtur í ferðaiðnaði. Er einhver hér sem hefur í eitt augnablik hugað því hver á eiginlega að vinna þetta allt saman? Á Reykjavík að vera eins og Katar, ein við að byggja okkar íþróttavettvangi svona? Viljum við vera svoleiðis samfélag? Sparnaður á mannréttindum jaðarsettra hópa en líklega versta fjárfesting sem hægt er að hugsa sér. Þessi ástreikningur forseti sýnir að við höfum sinnt þessum málaflokki af ábyrgð og með árangri og ég geng sátt frá borði með verkin mín á síðasta ári. Sabine Lefsko, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næsti mál. Góðu borgarfulltrúar. Ársreikningur sem við fjöllum hér er ekki aðeins uppgjör, heldur hann líka spegill á stefnu borgarinnar og leiðarvísir inn í framtíðina. Við þurfum að hafa það í huga, hann sýnir að þrátt fyrir ákveðin jákvæð teikn í heildar niðurstöðu á B-hlutans er rekstur A-hlutans undir þrýstingi. Á samans tíma stendur borgin á tímamótum, bæði hvað varðar þróun í tækni, samgöngum, húsnæðisuppbyggingu og breytingum á skólakerfinu hugsanlega, allavega vitum við að það er mikill þrýstingur. Og framtíðarsýn okkar hlýtur því að byggjast á því að tryggja sjálfbæran rekstur með skýrri forgangsröðun, þar sem við nýtum þessi tækifæri á ábyrgan hátt, verjum í grunnþjónustu og sköpum svigrúm til að mæta þörfum vaxandi borgar til lengri tíma.
Ég stend nú hér eftir 4 ár í þessari samferðalagi með ykkur og mun ekki því miður komast hér á fund aftur, þannig að mér langar til þess að þakka fyrir kynnin. Bæði vil ég byrja á því að þegar við erum hér að tala ársreikninginn að það framúrskarandi faglega starf sem að embættismenn borgarinnar sýna og bæði fjármálasviðið og önnur svið sem ég hef kynnst. Það hefur verið algjör forréttindi að fá að kynnast þessu flotta starfi. Ég hafði, af því það svo sem eðli máli samkvæmt, að þá ég háskólakennari og hafði náttúrulega einhverjar spurnir af því stjórnkerfi sem hér hjá borginni. En ég verð að segja að það kom mér svo skemmtilega á óvart hvað fagmennskan mikil í þeim störfum sem ég hef kynnt. Að við erum til forystu í landinu og til dæmis og ég nefni það svið sem ég þekki best og hef komið best að og það tengist ekki beint ársreikningi að þá það skóla og frístund, en mér langar kannski til þess að nefna það að það fólk sem vinnur þar, það í rauninni að leiða starfi í landinu, þess að ráðuneytið getur aldrei orðið jafn stórt faglega eins og það fagfólk og svo fagþekking sem verður til hjá borginni. Þannig að við þá embættismenn sem hér starfa, af því að það stundum talað að það þurfi að fækka. Oft það gert í einhvers konar stikkorðastíl og ekki þá farið yfir það hversu mikið borgin hefur stækkað, bætt við sig Garðabæ eins og við segjum stundum. Þannig að það hefur verið algjör forréttindi að fá að starfa með frábæru fagfólki sem ég hef kynnst í borginni. Nú við ykkur langar mig að segja að þetta svolítið svona eins og þegar nemendur mínir koma, þeim finnst alveg rosalega langur tími sem þau eiga að vera í námi. Ég segi alltaf við þig, tíminn fljótur að líða. Þessi 4 ár hafa verið ótrúlega fljót að líða. Og fyrir ykkur sem eru áfram og eru í kosningabaráttu núna, ég hvet til þess að í rauninni þá ekkert mjög mikill munur á okkur. Ég veit að þið eru að skerpa á mununum núna í kosningabaráttu, en við erum öll hér til að vinna í þágu borgarinnar og ég bið ykkur og bið fyrir því og ég treysti ykkur til þess að á næsta kjörtímabili sjáum við ekki aukna skautun í umræðinni. Við erum öll að gera okkar besta og ég veit að þið munu gera það áfram og ég svo þakklátt fyrir að hafa fengið að fá að kynnast ykkur öllum og það hefur verið mikill heiður. Þar með lýkur tölu minni ársreikning, þannig að og bara þakka ég kærlega fyrir mig. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi tekur næst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum hér í síðari umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar vegna ársins 2025 og við fyrri umræðu fór ég yfir helstu sjónarmið okkar sjálfstæðismanna, svo ég mun nú bara stikla á stóru hér í dag. Það sem vekur auðvitað áhyggjur slæm áætlanagerð hér hjá borginni. En eins og ég fór yfir í fyrri ræðu minni að þá gerði útkomuspá ráð fyrir því að rekstrarniðurstaða borgarsjóðs yrði jákvæð sem nemur 346 milljónum króna. Það varð sveifla þegar ársreikningurinn kom í hús og enn meiri sveifla raunar eftir endurskoðun ársreiknings og við fyrri umræðu sýndi ég nú þá sanngirni sem ég ætla að sýna hér að hluti sveiflunar eru þessar lífeyrisskuldbindingar, hluti sveiflunar milli ára, þessar 10, eða má segja að 10 milljarðar sveiflan milli ára, skýrist af gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga, en líka sveifla milli útkomuspár og niðurstöðu að hluta til skýrð af lífeyrisskuldbindingu. Ég endurtek brýninguna sem ég kom með hér við fyrri umræðu að við reynum að finna leiðir til að bæta áætlanagerð hvað varðar þessar lífeyrisskuldbindingar. Það mér vont þegar þær koma svona aftan að okkur. Nú en þar ekki öll sagan sögð vegna þess að það urðu líka breytingar milli þess sem að reikningur var endurskoðaður. Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga, breytingin frá útkomuspá að endanlegum ársreikningi, sveiflaði reikningnum 3,2 milljarða en þá stóðu eftir 2,4 milljarðar óútskýrðir.
eða útskýrðir en óútskýrðir, svona áður en lengra er haldið. Og það sem gerist þar er að við sjáum til að mynda, og þetta höfum við fjallað áður, að það eru 900 milljónir sem ekki komu inn í ársreikning fyrir en eftir endurskoðun. Helmingur er vegna bílastæða Húsnýs Landspítala og hinn helmingurinn snýr að Brákaborg. Máli sem auðvitað birtingamynd af þeim rekstri sem við höfum áhyggjur af. Verkefni sem við sjálfstæðismenn lýstum strax í upphafi miklum áhyggjum af. Þarna væri að ræða húsnæði sem hentaði illa fyrir leikskóla. Kostnaðaráætlun vegna verksins væri augljóslega mjög vanáætluð og allar okkar áhyggjur raungerðust. Og nú erum við þarna með leikskóla sem að engin börn eru inn í enn sem komið er og verkefnið farið að slaga á 4 milljarð. Hér var líka fjallað það áðan að ég hef sagt fyrir ræðu minni að launakostnaður hafi aukist 18,4% milli ára. Ég sagði það og ég sagði líka í ræðu minni við fyrir umræðu að það skýrðist auðvitað líka af þessum lífeyrisskuldbindingum. En það helst auðvitað í hendur þegar laun hækka að þá hefur það áhrif á þessar lífeyrisskuldbindingar. En það sem við höfum þetta helst áhyggjur af er þessi rekstrakostnaður. Og þessi vandi í rekstrinum sem við höfum alltaf bent á að er ekki tekjuvandi, heldur útgjaldavandi. Nú, rekstrakostnaður jókst 13% milli ára og útgjöld voru að vaxa langt umfram tekjurnar. Þannig að útgjaldavöxturinn, hann er alltaf umfram tekjuvöxtin og þar nákvæmlega liggur vandinn. Nú, þegar við erum að tala vanda í rekstrinum, þá erum við að benda á að reksturinn er ekki sjálfbær. Og hvað þýðir að rekstur sé sjálfbær? Þá erum við að kalla eftir því að skatttekjur, útsvarstekjur, fasteignaskattstekjur, tekjur úr jöfnunarsjóði standi undir reglulegum útgjöldum borgarinnar. Þannig að þegar við erum að selja land, þegar við seljum byggingarétt, þá eiga þeir fjármunir auðvitað að renna inn í innviðafjárfestinguna í hverfunum sem ræðir og það hefur ekki verið gert og það er miður og synd að sjá hverfi eins og Vogabyggðina og Ártúnshöfðann þar sem búið er að innheimta heilan helling af innviðagjöldum. Það er búið að eyða þeim fjármunum og innviðir hafa ekki risið. Þetta verður verkefni nýs meirihluta að leysa úr þeim hnút. Þegar við berum saman rekstur Reykjavíkurborgar og annarra sveitarfélaga þarf við að taka líka inn í myndina að við erum í allt annarri stöðu en önnur sveitarfélög. Já, það er rétt, við tökum á okkur stærri hluta af félagslegum verkefnum heldur en önnur sveitarfélög, en við tökum líka arð út úr félaginu okkar Orkuveitunni, meiri arð en við sjálfstæðismenn teljum eðlilegt að gera og þar með er erfitt að bera þennan rekstur saman. En ef við tökum hins vegar út þessar arðgreiðslur sem við fáum en aðrir ekki og ef við tökum líka út úr myndinni byggingaréttargjöldin sem sveitarfélög innheimta, að þá er alveg ljóst að rekstur borgarinnar stendur verr en rekstur annarra sveitarfélaga. Að skatttekjur standa ekki undir útgjöldum. Það er það sem við höfum áhyggjur af og það er það sem við viljum laga. Nú, við teljum nauðsynlegt að koma böndum á rekstur borgarinnar strax og við höfum oft lýst yfir hvað það er sem við viljum gera í þeim efnum. Við viljum minnka yfirbygginguna, við viljum greiða niður skuldir, hefja skipulega niðurgreiðslu skulda, útvista verkefnum og selja eignir sem við teljum ekki eðlilegt að sveitarfélag eigi. Og hvað eignir erum að tala um? Við erum að tala um Malbikunarstöðina Höfða, við erum að tala um Ljósleiðarann og við erum að tala um Carbfix. Aðrar eignir teljum eðlilegt að borgin eigi og við teljum ekki rétt að borgin nýti Orkuveituna sem einhverja tekjutusku til að stappa hérna í rekstrargatið í borginni og á móti hækki gjöld á notendur. Það er stefna sem við viljum snúa við en við köllum eftir ábyrgum og sjálfbærum rekstri og erum reiðubúin í verkefnið. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi við loki máli sinni. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, Alexandra Brím. Forseti, já, ég ætla nú kannski bara rétt að nefna það að hlutfall launakostnaðar er að dragast saman sem hluta af tekjunum okkar og mér finnst það ekki endilega heldur sanngjarnt að ætla að taka út fyrir sviga bæði hagnað af lóðasölu og arðgreiðslur. Vissulega eru það aðstæður sem við höfum sem ekki öll önnur sveitarfélög hafa en ég held að öll sveitarfélög sem það geta og ekki síst sveitarfélög sem stýrtir af Sjálfstæðisflokknum hafa verið að ná inn tekjum með því að selja lóðir þar sem þau geta. Ég held að við séum ekki eina sveitarfélagi sem að geri það og það er bara eðlilega eina af fjármögnunarleiðum sveitarfélaga. Við eigum líka stórar eignir sem að við höfum þau að hlaupa undir bagga með eins og Orkuveitunni og Reykjavíkurborg tók á sig töluverðan skuldabagga með þeim eftir hrunið og ég held ekki að það sé ósanngjarnt heldur að við fáum einhverja tekjur tilbaka af fjárfestingu sem við höfum sannarlega ráðist í. Hvað segir maður?
eigendur stórra fyrirtækja væru líka miklu fátækar ef við teljum ekki með fyrirtækin sem þeir eiga, en ég held við teljum með fyrirtækin sem þeir eiga þegar við metum hver fjárhagsstaða þeirra. Við eigum þessi stóru fyrirtæki sem geta greitt okkur arð og það er hluti af okkar fjármálalegu aðstæðum. Það er ekkert ósakant við það. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það getur verið eðlilegt að greiða eðlilegan og skynsamlegan arð út úr orkuveitunni, en það sem við hins vegar séð gerast er að borgin fer fram, gerir ríka arðgreiðslukröfu á orkuveituna, jafnvel á árum þar sem að rekstrarniðurstaðan er verri en áætlanir gerðu ráð fyrir, og við sjáum nýjasta dæmi þar sem veitur þurfa að hækka hjá sér gjaldskrár ríflega vegna þess að framundan eru miklar innviðafjárfestingar sem hafa blasað við í langan tíma og eina leiðin til að standa undir þeim er að hækka gjaldskrár og ráðast í miklar lántökur vegna þess að borgin tekur svo mikið út í arð. Þetta liggur fyrir. Ég er ekki að gera athugasemdir við það að borgin selji land og afli tekna með þeim hætti. En það sem ég er að benda á er að tekjurnar af byggingaréttagjaldinu eiga almennt í eðlilegu árferði að renna inn í það verkefni að byggja innviði í þeim hverfum þar sem að uppbygging fer fram. Og ég nefndi nýju hverfin Vogabyggðina á Ártúnshöfðan, þar sem eru komnir íbúar en engir innviðir. Og borgin er nú þegar búin að spandera öllum fjármununum sem voru innheimtir í byggingaréttagjöld af þessum svæðum. Þannig ég hef ágjörð því hvernig á að standa undir innviðauppbyggingunni. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari og veitir ansvari öðru sinni Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, já, fyrst vil ég benda á það að gjaldskrárbreytingin hjá veitum var uppsöfnuð þörf og við megum ekki lagalega séð greiða með því inn í það ef ég er ekki að fara með rangt mál. Það verða að breyta gjaldskrárinni sinni til þess að vera sjálfbær og það er búið að fara yfir það í löngu máli af hverju þessi aðferð var farin að reyna að endurspegla betur raunverulega notkun í því hvernig þetta var útfært. Hvað varðar tekjur á sölu lands, þá er það alveg rétt að það þarf að haldast betur í hendur. Við erum til dæmis komið með mjög gott líkan núna sem við getum notað til að spá fyrir þörf á innviðum og skólabyggingum og svoleiðis með hverfum. Auðvitað hefur þetta að gera þetta betur í Vogunum, en ég ætla samt að benda á það að peningar eru með leyfi forseta fungible eða fullkomin staðkvæmdavara hvers annars. Þannig að þó að við notum peningarna sem koma inn á einu ári í annað, þá koma inn peningar á öðrum árum sem við getum notað í það. Við klárlega fjárfestum í skólainnviðum fyrir Vogabyggð, það er engin spurning um það. Og ég held að enginn gerir raunverulega kröfu um það að við tökum inn fasteigna innviðagjöld eða eitthvað svoleiðis og geymum þau inn á bankabók og heimum þau ekki fyrir við þurfum að byggja skóla. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvari öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það sem ég er að benda á með byggingaréttagjaldið og innviðina er að við eigum ekki að nota þetta gjald til þess að stoppa upp í taprekstur. Þetta gjald á að vera nota til þess að byggja hér innviði, ekki bæta upp fyrir tapreksturinn. Það er það sem ég er að benda á. Varðandi veitur, og þá kom það nú bara fram hjá veitum sjálfum að megin rökin fyrir gjaldskrárhækkuninni voru að stórum hluta tengd uppbyggingu og viðhaldi innviða. Þau sögðu að samfélagi var að stækka, orkuþörf að aukast, það kallaði á viðhald og miklar nýframkvæmdir og þetta þurfti að gera, svo hægt var að standa undir fjárfestingu til framtíðar. Og það eru þetta miklu leyti vegna þess að það eru 6 milljarðar á ári hverju sem eru teknir út úr orkuveitusamstæðunni. Ef það væri hins vegar ekki gert, þá væri meira fjármagn til staðar til að standa undir þessari innviðauppbyggingu og lántökuþörfin væri minni. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, telst á ansvörum lokið undir þessa ræðu og Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, orðið borg felur í sér fyrirheit öryggi. Að hlaupa í borg í leikjum krakka þýddi það að maður var komin öruggan af stað, það var ekki hægt að klukka maður lengur. Og svo er það líka þannig að náungjanafni Martin Luther sem var þjóðveri, hann söng hér árið Vor Guð er borg á bjargi traust og þar með undirstrikaði hann þetta hlutverk sem að borgin hefur að vera virki og vera öryggi. Í því samhengi er mikilvægt að huga að Reykjavíkurborg heldur uppi félagslega húsnæðiskerfinu á höfuðborgarsvæðinu og að nokkru leyti á landinu öllu.
Það nægir að nefna að það er 1000 stúdentaíbúðir sem hafa verið byggðar í Reykjavík undanfarin ár. Þær gagna svo sannarlega og ekki síst ungu námsfólki utan á landi. Verum stolt af því. Verum líka stolt af þeim 650 langtíma leiguíbúðum sem verkalýðsfélögin hafa byggt víðsvegar í Reykjavík í gegnum húsnæðisfélag Bjarg undanfarin ár fyrir lágtekjufjölskyldur í Reykjavík. Og auðvitað má einnig nefna talsverðan fjölda íbúða sem að húsnæðisfélagið Bjarg eða Búseti hefur byggt fyrir félagsmenn sína og auðvitað má ekki gleyma húsnæðisfélögum aldraðra og heldur ekki 3000 leiguíbúðum sem félagsbústaðir borgarinnar eiga og reka í nánast hverju einasta fjölbýlishúsi í borginni. Áhersla borgarstjórnar á samvinnu við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög undanfarin ár hefur svo sannarlega verið farsæl og það gagnast öllum. Mikilvægur grunnur að þeirri farsælu stefnu eru innviðasamningarnir sem minnst var á hér áðan sem að gerðir voru við lóðarhafa á þéttingareitum í borginni fyrir 12 eða 13 árum. Og hér í borgarsal voru þessi samningar kölluðu ólöglegir samningar en það mál fór tvisvar fyrir dómstóla og auðvitað fór það þannig eins og við sögðum allan tíman. Þetta voru fullkomlega löglegir einkarétta samningar og það reynst alveg gríðarlega mikilvægt. Ég ætlaði að nefna það líka hér að því að ég ætla ekki að tala mjög lengi en mér finnst samt mikilvægt að minnast á það að aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030 síðan var framlengt til 2040. Það snýst ekki bara þéttingu byggðarinnar sem skynsamleg, heldur líka og ekki síður aðalskipulagið samgönguskipulag og megin áhersla aðalskipulags Reykjavíkur 2010 til 2030. Það áhersla á vistvænar og skilvirkar samgöngur. Þar má nefna dæmi hljóðláta byltingu sem orðið hefur á undanförnum árum, hjólreiðabyltingin þegar þeir sem að fara á hjóli borgina á milli staða, í úr skóla, í úr vinnu eða bara út í búð eða eitthvað fór úr cirka 1% fyrir kannski 15 árum og komið núna upp í 8%. Þetta sannarlega bylting og óvenjuleg bylting að því ljótun hljóðlát. Yfirleitt eru byltingar dálítið háværar. Og ég nefni þetta að því að í þessari áherslu á vistvænar samgöngur þá auðvitað fyrirheit öflugar almenningssamgöngur eins og kemur fram í svæðisskipulaginu sem var samþykkt 2015 og þar sem var lagður grunnur fyrir mjög öflugt almenningssamgöngukerfi, hraðvagnakerfi sem við köllum borgarlínu. Og margt annað mætti nefna en ég ætla að nefna sem að mér finnst að mætti alveg tala oftar hér í þessum sal. Reykjavík menningarborg. Reykjavík hefur frábær leikhús, frábær söfn og listasöfn, bókasöfn og eiginlega heimsþekkt fyrir stórkostlega tónlistarsýnu. Reykjavík leikskólaborg, grunnskólaborg og háskólaborg og við getum svo sannarlega verið stolt af því og þar ætti að liggja og liggur mikill metnaður allra þeirra sem hér búa. Og að því að við erum að tala fjármál á þessu fundi þá ætla ég að bekenna þar lit. Borgin stendur mjög vel fjárhagslega miðað við önnur sveitarfélög á landinu og raunar næstum öll sveitarfélög landsins. Lykiltölur skuldahlutfall, veltuhlutfall frá rekstri og skuldir og íbúa staðfesta það svo ekki verður villst. Það verður margoft verið sýnt fram á það áfram Reykjavík.
Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er augljóst að í umræðum þennan ársreikning þá horfir hver flokkur horfa á hann með sínum augum og auðvitað að túlka ársreikning með ýmsum hætti en ég hygg að þeir sem fara yfir þennan ársreikning svona með faglegum augum þeir sjá í hann heilmikil hættumerki. Hættumerki og slæma rekstur, hættumerkin hafa verið að byggjast upp á mörgum árum, því ekki að leyna og reksturinn virðist einhvern veginn byggjast á þeirri vissu að það sé hægt að reka borgina með tapi og skuldsetja hana út í hið óneitanlega vegna þess að skuldarinn svo traustur. Reykjavíkurborg mjög traustur skuldari, en hvað á bakvið þennan skuldara? Það auðvitað það að borgin hefur kverkatak á skattgreiðendum, hefur hækkað skatta á þá ótæpilega. Það svo mikið að það orðið erfitt að finna skatta til að hækka, en þá eru bara gjöld hækkuð í staðinn. En þetta, þannig hugafar ber feigðina í sér og það var margir fræðimenn varað við slíkri stjórnlausri útþenslu opinbers rekstrar, sérstaklega þegar að reksturinn ósjálfbær eins og á við Reykjavíkurborg. En þessi ársreikningur ætti að sýna okkur að það nóg komið af slíkum vinnubrögðum og það verður að snúa við að þessari braut og ég vona svo sannarlega að svo borgarstjórn sem tekur hér við eftir nokkra vikur að hún beri gæfu til þess að gera það. Nú, það er ótrúlegt að sjá rauninni þá málflutning sumra borgarfulltrúa á meirihlutann þar sem þeir tala bara hreinlega fullir að reksturinn sé góður. Ég á bágt með að trúa að slíkt sé sagt í alvöru, kannski sagt gegn betri vitund en líklega ber þetta líka vitni eða vitni einhvers konar afneitun. Fjármálin eru erfið, það sjá allir sem fari yfir þennan ársreikning. Borgin ekki með tapi, reikningurinn fegraður með fróðu hagnaði, það sem ekki innistæða fyrir, það þessi hagnaður vegna svokallara matsbreytingar fjárfestingar vegna félagsbústaða, félagslegra íbúða borgarinnar og slík færsla gefur ekki réttan mynd af rekstri Reykjavíkurborgar. Ef maður tekur þessa fróðu færslu frá, þá næmi tap samstæður Reykjavíkurborgar 347 milljónum króna árið 2025. Þá var ekki einungis sem að ræða tap af borgarsjónum sjálfum, heldur líka samstæðunni. Og talandi samstæðuna, þá hefur ýmislegt verið sagt hana og það alveg rétt að við borgarsjóður býr svo vel að eiga öflug fyrirtæki sem afla sér sjálf tekna. Hins vegar bara það sem allir sjá sem reikningi að fyrirtækin hafa verið notuð til að hlaða upp skuldum. Skuldareikningur þeirra hefur stækkað mjög mikið en á sama tíma og það gerist þá rík tilhneiging í borgarstjórnarsalnum til þess að fjalla ekki skuldaaukningu fyrirtækina. Það eru settar á margðarfullar ræður hvað þetta séu góð og frábær fyrirtæki sem þau eru vissulega en lítið sem ekkert minnst á það að þessi fyrirtæki hafa hlaðið upp miklum skuldum
á eigin vegum og þetta kemur inn í samstæðuna. En þá sagt að þau hafi svo margvíslegu öðru hlutverki að gegna fyrir utan okkar sveitarfélag að það sé bara allt í lagi. Ég vil ítreka það sem ég hef sagt svo sem hér áður, að fjárhagur borgarsjóðs og borgarfyrirtækja svo nátengdur að samstæðureikningur borgarinnar raunhæfasta yfirlitið fjárhag hennar. Við þekkjum það bara ef við setjumst á, ef við myndum nú fara að sækja aðalfundi stórfyrirtækja sem gjarnan eru með samstæður og fyrirtækja samsteypur, að það aldrei á slíkum aðalfundum skautað framhjá skuldum dótturfélaga. Skuldir dótturfélaga alltaf tekna með og fjallað þær á sama tíma að tala móðurfélagið. En hér hins vegar lögð áhersla á A-hluta, það er að segja borgarsjóð, en menn forðast umræður B-hlutan eins og heitan eldinn. Ég vil alls ekki gera lítið úr mikilvægi þess að fjalla rekstur og skuldir A-hlutans. Þær skuldir segja þó bara hluta sögunar, enda eru þær eitthvað í kringum kannski tæpur helmingur af heildarskuldum borgarinnar. Kannski allir skuldir A-hlutans ekki 40% af heildarskuldir borgarinnar og fyrirtækin séð með 60%. Og þegar að þessi samstæðureikningur skoðaður, þá kemur mjög vel í ljós og maður skoðar þessa heildarmynd, að skuldahlutfall Reykjavíkurborgar hið langhæsta meðal sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Og það ekkert að halda því fram að skuldir B-hlutan skipti ekki máli, því undir honum séu fjárhagslega sjálfstæð borgarfyrirtæki sem afli sjálftekna og muni þannig sjálfstanda undir lánum sínum. Þessi fullyrðing stenst ekki skoðun. Borgarsjóður ber ábyrgð á skuldum borgarfyrirtækja í samræmi við eignarhlut sinn og sum borgarfyrirtækin eru rekin með beinum fjárframlögum úr honum. Áratugaskeið hafa miklir fjármuni verið færðir frá ýmsum borgarfyrirtækjum til að bæta stöðu borgarsjóðs. Að mestu leyti með arðgreiðslum en líka með tilfærslu eigna og það mikilla eigna. Og eins og ég sagði þá nema skuldir tveggja borgarfyrirtækja, Orkuveitunar og Félagsbústaða langþyngst í þessu skuldareikningi og þessar skuldir hafa vaxið hratt og eru nú komnir vel yfir 300 milljarða króna samanlagt. 330 til 340 milljarðar króna. Ólíklegt að þessi fyrirtæki geti greitt niður skuldir sínar svo nokkru nemi án þess að borgarbúar finni verulega fyrir því, til dæmis með gjaldskrárhækkunum á leigu eða samdrætti í þjónustu. Þetta allt saman nátengt. Orkuveitan, það má segja svona með við verðbólgu að skuldir Orkuveitunar standi í stað á milli ára sem er auðvitað miklu skárri kostur heldur en að þeir myndu vaxa. Skuldir Félagsbústaða hækkuðu heldur ekki mikið á milli ára. Það kannski komið að einhverjum þolmörkum metamenn varðandi það að fjármagna sig á markaði. Og líka var óþægilegt fyrir Félagsbústaða að fá skýrslu þar sem var fjallað þennan skuldsetta vöxt, skýrslu fjármálasérfræðinga á síðast ári og sem fjölluðu hvað þessi skuldsetti vöxtur væri óæskilegur. En ef að fyrirtækin ætti að fara að greiða niður þessar skuldir, sem þetta mjög æskilegt, þau eru bæði orðin allt of skuldsett, þá myndi það ekki gerast nema í tilviki Félagsbústaða með því að hækka leiguna og það víst sagt að það sé pólitískur ómöguleiki og varðandi Orkuveituna þá verður það bara tekið úr vössum Reykvíkinga til viðbótar öllum arðgreiðslunum. Þessar skuldir eru því sligandi og við sjáum að í tilviki Félagsbústaða þá að það félag erfitt með að greiða af skuldum sínum og það er ljóst að þessar skuldir munu varla lækka án beinnar aðstoðar borgarsjóðs eða með því að hækka leiguna verulega á leigjendur félagsins. Þannig að þegar maður lítur á skuldir fyrirtækjana og fjárhæð þeirra, þá sjáum við að Reykjavíkurborg stendur alls ekki best allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Hún stendur lakast af sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu þegar litið til samstæðunar. Og það auðvitað mjög slæm staða, líka varðandi reksturinn, þar sem Reykjavíkurborg hefur ekki náð að nýta sér hagkvæmni stærðarinnar í rekstrinum, þrátt fyrir að það ætti að vera fjölmörg tækifæri til þess. Þannig að þegar á heildina litið þá þessi ásetningur slæmur
og hann ætti síst af öllu að gefa tilefni til afneitunar og jafnvel sjálfhælni eins og maður hefur heyrt í þessum sal. Þessi ársreikningur ætti miklu frekar að vera eins og, ef maður segir óvirðulega, spark í rassinn fyrir borgarfulltrúa og færa þeim heim sanninn að nú verði borgarstjórn að taka sig á og taka ærlega til í rekstri borgarinnar og hefja niðurgreiðslu skulda eftir langt skuldsetningar tímabil. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstus á mælendaskrá Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hélt nú ræðu hér ásamt öðrum oddvitum á síðasta borgarstjórnarfundi og sagði nú kannski þar helst það sem ég hef að segja þennan ársreikning. En það gríðarlega mikilvægt að við sýnum aga í rekstri borgarinnar og mér finnst við almennt séð hugsa alltaf skammt. Það að segja of stutt fram í tíman þegar við erum að taka fjárhagslegar ákvarðanir og við vitum öll að það gríðarleg uppbygging framundan sem að ekki fjármögnuð nema hluta til með lánum og ef að við eigum ekki fyrir hlutunum þá erum við að fjármagna þetta með allt og dýrum hætti á dýrum lánum. Þannig að við þurfum að eiga dálítið borð fyrir báru og hér alltaf einhvern veginn markmiði bara sem kannski eðlilegt að skila þessu réttum yfir núllið til þess að líta vel út en við þurfum að gera miklu betur en það og svo þurfum við líka að draga fyrir stundum. Þetta skemmtilegt. Sko, þetta allt annað líf. Við þurfum að fara að borga niður skuldir og við þurfum að borga niður skuldir til þess að geta ráðist í þessa fjárfestingu sem framundan. 100 milljarðar bara á næstu 10, 15, 20 árum og við erum lánsöm að eiga þessi öflugu fyrirtæki sem að dæla inn í borgina arðgreiðslum og það heldur ekki sjálfbært að stóla á það. Það var umræða áðan það að sveitarfélögin væri að færa bókhaldið með sölu á byggingarétti. Ég meina það nú bara sjálfu sér ekkert algjörlega óeðlilegt að gera það að nota þær tekjur inn í og telja þar með en við eigum að nota þær tekjur til þess að borga niður skuldir eða í fjárfestingar. Það ekki skynsamlegt til lengri tíma að nota það inn í reksturinn. Af því að fjárfestingarþörfin svo mikil og til þess að við getum farið inn í þessi stóru verkefni á næstu árum þá verðum við einfaldlega að sýna aðeins meiri aga og við erum með fjölflokka meirihluta, alla jafna og allir með sínar kröfur, væntingar og drauma það að efna kosningaloforð og þetta bara ekki skynsamlegt hvernig borgin hagar sér í rekstrinum og markaðirnir missa traust á okkur hægt og rólega. Sérstaklega þegar áætlanirnar standast ekki. Þannig að ég held að það sem ég að reyna að segja það að við þurfum bara meiri langtíma hugsun. Af því að við höfum öll það sama markmið að veita góða þjónustu, geta ná jafnvægi á húsnæðismarkaði, byggt meira, byggt hagkvæmar, látið innviðina fylgja uppbyggingunni. En þetta tilviljanakennt.
Og nýleg ákvörðun sem að maður heyrði hér í fjölmiðlum uppbyggingu á ríkislóðum sem alla jafna bara fagnaðar efni að það sé eigi að byggja þar. Ríkið á mikið land inn í borginni. En þetta mikið til bílastæði í grunninn og svo þetta inn í hverfum sem eru gróin eins og í Laugardalnum og þar eru skólarnir fullir af börnum, geta illa tekið við fleiri börnum og það eru mikla framkvæmdir inn í þessum skólum öllum fyrirhugaðar. Og maður spyr sig 600 íbúðir á þessu svæði á Laugarnesveginum, Grensásvegi og Borgartúni. Vissulega má skoða það að byggja á þessum reitum þegar innviðirnir taka við en við erum í þeirri stöðu með þessi skóla eins og þið vitið alltaf að þeir eru sprungnir og þeir eru allir miklaðir. Og við eigum ekki taka svona ákvarðanir og skapa væntingar það að það eigi að ráðast í svona uppbyggingu nema hafa í það minnsta kíkt á spálíkanið það hvernig aldursdreifingin að þróast í þessu hverfi. Áður förum að tromma svona upp í fjölmiðlum. Þetta veldur ólgu og ótta hjá foreldrum það að við séum bara að gera þetta í einhverjum populisma. Rétt fyrir kosningar. 600 börn inn í skólahverfi sem sprungið. Og það hefur verið þétt þarna alveg gríðarlega á undanförnum árum. Þannig að þetta tilvílanakennt. Við getum byggt annar staðar og eigum að gera það frekar. Þannig að svona langtíma hugsun, nýta arðgreiðslu til þess að borga niður skuldir eða fjárfesta í innviðum, horfa aðeins lengra, sýna aga, styrkja stjórnendur til þess að hafa hemil á útgjöldunum, láta á eina hendi ákvarðanir fjárhagsleg útlát og svo faglega þjónustu. Það þýðir ekki að einn hafi það verkefni að veita þjónustu og taka ákvarðanir magn og þar af leiðandi útgjöldin og svo einhver annar sem að telur baunirnar og skapast þetta ójafnvægi. Við þurfum að styrkja stjórnendur til þess að sinna sínu hlutverki sem stjórnendur og tryggja það að við séum ekki að eyðum efni fram. Þá kemur þetta. Við erum hlutverk næsta meirihluta að vinna á þessum 5,3 milljarða halla sem þessi meirihluti skilur eftir sig. Það í sjálfu sér ekkert stórkostlegt mál. Það leiðilegt að þurfa að bíða kjörtímabilið þannig en það verkefni næsta meirihluta. En ég vona að eftir kosningar myndist þetta meirihluti sem að hefur rekstur að megin markmiði. Af því að ef við rekum borgina í halla, þá svo óskaplega erfitt að verða við væntingum almennings bætta þjónustu. Og eins og við vitum, þá það grunnskyldan okkar að veita góða þjónustu. Og því að þannig hefur við saman góða borg. Takk. Þá hefur Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Sara Björk Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Sjálfstæði vilji hérna fyrir aftan mig? Ljómandi, forseti ágæta borgarstjórn, gardínurnar eru komnar upp og ljósið skín inn í salinn. Til umræðu ársreikningur síðasta árs og hann svona gefið tilefni til forgangsröðun hópsins.
Ég ætla ekki að tala tölur eða líkön. Mér langar að horfa á barn og horfa á samspil velferðar, skóla og menningar og íþrótt út frá börnum, ekki tölum. Ég er nefnilega svo heppin að hafa setið í 3 ráðum sem tengjast farsæld barna á kjörtímabilinu, skóla- og frístundaráði, velferðarráði og menninga- og íþróttaráði. Og það er ótrúlega sterkt farsældarnet sem er í Reykjavík, sem grípur börnin og fjölskyldur þeirra með snemmtækri íhlutun og stuðningi, og flaggskipið okkar Betri borg fyrir börn er einstakt, þó ég að fullera, einstæð þjónusta sem sinnt er á vettvangi barnsins í hverfum og skólum borgarinnar. Og markmiðið er að grípa börnin snemma, styðja við fjölskyldur og tryggja aðstæður barna að þau séu örugg og þau fái stuðning. En velferð barna snýst ekki bara að bregðast við einhverjum vanda, hún snýst líka að skapa tækifæri, og þess vegna er menning og íþróttastarf sem er í rauninni 3. stoðin í lífi barna, og hún skiptir svo ótrúlega miklu máli. Umfang Reykjavíkurborgar í menningar og íþróttastarfi nemur 21 milljörðum króna á síðasta ári. Þannig að 21 milljarður fara í sundlaugarnar okkar, styrkjum til íþróttafélaga, við erum með útimannvirki, við erum með innimannvirki, við erum með bara einstaka þjónustu sem að snýra börnunum okkar í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. Og þetta er grundvöllur fyrir lífsgæðaborgina, fyrir framtíðina. Við erum að leggja grunn að lýðheilsu, félagslegri þátttöku og mjög mikilvægt forvarnastarf. En á sama tíma er haldið uppi öflugu menningarstarfi, söfn víðsvegar borgina. Við erum með viðburði þar sem börn frá að kynnast menningu, nútíðar og fortíðar, með sögu og skapandi starfi. Menningin nefnilega eflir sjálfsmynd barnanna og hún hvetur þau til þess að taka þátt, hugsa á annan hátt og tryggir að öll börn óháð bakgrunni hafi tækifæri til þess að njóta og skapa, eins og barnamenningahátíð sem var núna bara fyrir stuttu og var þvílíkt stuð í Hörpu þegar hún var sett, og viðburði út alla borg, þar sem að börn og þjónusta og menning fyrir börn skipti var algjörlega í forgrunni. En þess vegna velti ég fyrir mér hvaða grunnverkefni eru, hvað eru lögbundin verkefni. Við erum talað það hefur sem orð og ræðumönnum verið talað grunnþjónustu, lögbundin verkefni, hvernig virkar þetta eiginlega svona í stóru myndinni. Því að þegar við erum að tala farsæld barns þá vinna þessar grunnstoðir nefnilega saman og við erum að skapa til framtíðar sterka og heilbrigða einstaklinga sem taka við keflinu inn í þessum sal meðal annars. Þess vegna vekur það pínu svona, er ég pínu hugsi hvernig orðræða suma borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og núna áðan Framsóknarflokksins að sýna aga, þörf sé á tiltekt strax, þörf sé að minnka yfirbyggingu til þess að geta sinnt lögbundnum verkefnum, og þetta kallar á endurhugsun í rekstri. Það sé ekki tekjuvandi, þetta er rekstrarvandi. Við heyrum þessa frasa og höfum heyrt á hér á allt kjörtímabilið. Og þá fyrir maður að hugsa hvar á að endurhugsa reksturinn. Hvar getum við minnkað yfirbygginguna? Er það í þjónustu við börn? Hvaða íþróttamannvirki ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að selja? Hvaða sundlaugum ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að loka? Eða ætlar Framsóknarflokkurinn að hætta með frístundastyrkinn? Loka á frístundastyrkinn? Hver ætlar að skrúfa niður stuðning við íþróttastarf barna, við íþróttastarf félagana? Eða menningarborgina, ætlar einhver að, hvaða flokkur, hvaða fulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja standa hér og tala að þeir vilji hætta við hinsegin daga, hætta styrkjum við menningarborgina, menninganótt, eða vetrarhátíð sem var ekkert alls fyrir löngu, eða jafnvel bara barnamenningarhátíð.
hvaða fulltrúi Framsóknarflokksins ætlar að tala og skrúa niður styrki til barnamenningarhátíðar. Og svo það hjólastígarnir. Flokkast þeir til lögbundna skyldu sveitarfélaga, stígarnir sem tryggja öryggi barnanna okkar inn í innviðina og íþróttafélögin, fram og tilbaka inn í hverfunum. Það hjóla 7% borgarbúa allan ársins hring. Hver ætlar að hætta að fjárfesta í hjólastígum? Einhver hér? Ég bara spyr. Þetta stóru spurningarnar sem fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins skilja eftir umræðuna ársreikning síðasta árs. Það lítur út fyrir að tiltekt þeirra á minnka yfirbyggingu og ólögbundin verkefni eru bara á þeim stöðum þar sem 21 milljarður finnst. Í menningu, í íþróttum, í tómstundum barna í Reykjavík. Samfylkingin hefur í gegnum árin fjárfest í börnum og barnafjölskyldum. Hún fjárfestir til framtíðar. Hún fjárfestir í öryggi, húsnæðisöryggi, í heilsu, í heilbrigði, í menntun, menningu og tækifærum. Við erum nefnilega að leggja grunn af framtíðinni. Forseti, ég elska Reykjavík. Ég elska blómaborgina. Elska sundlaugarnar, mannlífið og menninguna og svo það starfseiningarnar sem hafa hlúð að börnunum mínum. Við erum að tala fyrst í leikskólanum, svo í 10 ár í grunnskóla og svo í gegnum þjónustu íþróttafélaga. Reykjavík miklu stærri en lögbundin verkefni. Hún meiri en bara einföld grunnþjónusta. Hún hjarta landsins, eftirsótt að sækja heim, falleg og stundum nokkuð vindasöm. Það gott að búa í Reykjavík. Þá hefur Sara Björk Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég nú alveg viss það, já, við öll elskum Reykjavík, það heldur sig ekki spurning. En nú erum við að ræða ársreikninginn og ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025 sýnir, svo ekki verði villst, að þrátt fyrir háar tekjur og mikla skattheimtu reksturinn ekki í jafnvægi í grunnrekstri borgarinnar. Við sjáum að rekstrartekjur hafa aldrei verið hærri, tæpir 294 milljarðar króna, þar af skatttekjur yfir 155 milljarðar. En hvað gerist á sama tíma? Rekstrargjöld hækka enn hraðar tæp 12% milli ára og kjarni málsins þessi, útgjöldin hlaupa fram úr tekjunum. Og það alls ekki sjálfbært. En forseti, rekstrarniðurstaðan jákvæð á pappír 8 milljarða, en sú tala gefur ákaflega villandi mynd. Hún að veruleyti knúin áfram af matsbreytingum og bókhaldslegum liðum, ekki heilbrigðum rekstri. Þá lækkar EBITDA nærri 9 milljarða milli ára, en það raunveruleg vísbending að reksturinn sé að veikjast. Og þegar við horfum á allutan kjarnastarfsemi borgarinnar, þar sem skólar, leikskólar og grunnþjónusta eru rekin, þá niðurstaðan einföld, tap upp á 5,3 milljarða króna. Og þetta ekki smávægilegt frávik. Nú forseti, meiri hlutinn bendir á lífeyrisskuldbindingar og kjarasamningar sem skýringar. Það vissulega rétt að slíkt hefur áhrif, en það ekki skýring. Þetta afsökun. Staðreyndin sú að launakostnaður hækkar milljarða. Rekstrarkostnaður fer fram úr fjárheimildum og útgjöld A-hluta fara 6,1 milljarð yfir áætlun. Þetta ekki ytri áföll, þetta skortur á aga í rekstri, eins og hefur nú reyndar komið fram hjá öðrum borgarfulltrúum.
En ágætu borgarfulltrúar, við sjáum líka annað sem veldur áhyggjum. Fjárfestingar eru 64 milljarðar króna á samstæðunni, langt umfram það sem reksturinn stendur undir. Þær eru fjármagnaðar með lántökum upp á 46 milljarða. Þetta þýðir einfaldlega að við erum að kaupa framtíðina á lánsfé. Nú skuldaviðmið hækkar og stendur í 106% án Orkuveitu á árinu 2025. Það er enn innan marka en þróunin er röng. Haldi reksturinn áfram á sömu braut er ekki viss að áætluninni standist hvað varðar lækkun skuldaviðmiðs. Forseti, það sem að mínu mati skiptir mestu er eftirfarandi. Þrátt fyrir sögulega háar skatttekjur, útsvar í botni og aukna innheimtu tekst borgin ekki að reka kjarnastarfsemi sína án taps. Það er grundvallarvandi. Þegar tekjur vaxa 6% en gjöld nær 12% þá er ekki tímabundið vandamál. Það er stefna sem gengur ekki upp, enda reksturinn ekki sjálfbær. Niðurstaðan er einföld, reksturinn er veikur, þar sem hann á að vera sterkur, útgjöld eru ekki undir stjórn, fjárfestingar eru keyrðar áfram á lántöku og ábyrgð í fjármálum skortir. Forseti, það sem Reykjavík þarf ekki eru fleiri langsóttar skýringar og málalengingar meirihlutans á skuldavandanum. Það sem Reykjavík þarf er forgangsröðun. Aðhald, ábyrgan rekstur, skýran vilja til að snúa þessari þróun við. Nú það verður að vera verkefni nýs meirihluta eftir kosningar. Forseti, ég loki máli mínu. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er stundum sagt að tölur ljúgi ekki, þótt mönnum gangi misvel að lesa í þær. En þegar maður lítur yfir ársreikninga Reykjavíkurborgar, þá þarf engan sérfræðing til að sjá að hér er ekki verið að reka borg. Hér er verið að reka skuldavél. Skuldavél sem malar stanslaust á kostnað skattgreiðenda og komandi kynslóða. Kjarni málsins er einfaldur. A-hluti borgarinnar, sjálft hjarta rekstursins, sem á sinna grunnþjónustu við fólkið í borginni er rekinn með viðvarandi tapi. Á síðustu 5 árum hefur þessi hluti rekstrarins skilað 25 milljarða króna tapi. Það er ekki bara tala á blaði, það er staðfesting á fullkomnu ráðaleysi. Árið 2024 er undantekningin sem sannar regluna í bókhaldinu. Því strax árið eftir blasti við okkur 5 milljarða gat, 10 milljarða viðsnúningur til verri vegar á einu bretti. Forseti, hér er það ekki í boði að reyna að fela sig á bak við fólksfjölgun. Tölurnar útiloka slíka afsökun. Það segja einfaldlega aðra sögu. Á meðan íbúum fjölgaði 8%, þá hækkuðu skuldir á hvern einasta íbúa 41%. Þetta er raunaukning skuldbindinga á hvern skattgreiðanda. Og hvernig ætla menn að standa undir þessu? Fjárfestingarnar standa ekki undir sér. Veltufé frá rekstri, þar sem við eigum í handraðanum eftir daginn, dugar ekki fyrir nema 2/3 af fjárfestingunum. Hvað gera menn þá? Jú, þeir fara í bankann. Þeir taka ný lán til að borga á gömlum lánum og fjármagna nýja loftkastala. Svo er þessi dæmalausa fimleikaæfing með bókhaldið. Menn endurmeta fasteignir milljarða. Það er ekkert annað en bókfærð von til að fegra myndina. En slíkar andlitslyftingar duga skammt, svo slæmur er reksturinn. Virðulegi forseti, hvar á að taka peningana? Útsvarið er komið í löglegt hámark og það er ekki hægt að seilast dýpra í vasa vinnandi fólks í borginni án þess að breyta lögum á Alþingi. Þá eru aðeins 2 kostir eftir: að draga úr útgjöldum, sem er nú ekki sterkasta hlið meirihlutans, eða halda áfram að skuldsetja börnin okkar. Svo heyrum við afsakanirnar. Þetta sé allt lífeyrisskuldbindingum að kenna. Það er hálfsannleikur
Og eins og við vitum þá hálfsannleikur oft verri en engin. Jafnvel án lífeyrisbreytinga væri reksturinn í bullandi tapi. Grunnreksturinn einfaldlega ekki sjálfbær. Staðreyndin sú, virðulegi forseti, að það dýrt að lifa í draumaheimi. En það eru íbúar Reykjavíkur sem á endanum greiða fyrir draumórana. Ég spyr því meirihlutann, hvernig í ósköpunum á að fjármagna hlut Reykjavíkurborgar í samgöngusáttmálanum og í borgarlínunni á sama tíma og verið að greiða fyrir viðhald og uppbyggingu skóla og leikskóla. Og hvernig á að fjármagna nauðsynlega grunnþjónustu, þegar hverri einustu krónu í útsvari hefur verið eytt. Hvers vegna haldið áfram að fara í stórfelldar fjárfestingar á lánum þegar reksturinn sjálfur stendur ekki undir þeim? Og síðast en ekki síst, hefur þessi meirihluti manndóm í sér til að segja borgarbúum hvar verði skorið niður? Eða á bara að vona einhver annar, nýr og ábyrgari meirihluti mæti á svæðið og taki til eftir partíið? Forseti, samkvæmt fjárhagsáætlun 2026 hyggst vinstri meirihlutin halda áfram að eyða efni fram og fjármagna rekstur borgarinnar með enn frekari lántökum. Ársreikningurinn sýnir að meirihlutin hefur engin tök á fjármálum borgarinnar. Við borgarfulltrúar Miðflokksins höfum sýnt fram á hvernig skuldir halda áfram að vaxa á kostnað skattgreiðenda og framtíðar kynslóða. Við höfum bent á að ársreikningurinn sýnir í raun áframhaldandi skuldasöfnun og ranga forgangsröðun sem byggir á skammtíma hugsun. Við höfum bent á hvernig borgin fjármagnar rekstur sinn með því að taka arð úr innviðafyrirtækjum sem þá þurfa að halda áfram að vaxa á kostnað skattgreiðenda og framtíðar kynslóða. Og við höfum að lokum bent á hvernig grunnþjónustan hefur setið á hakanum þrátt fyrir aukna skattheimtu og hástemmd loforð. Forseti, Reykvíkinga skortir sárlega borgarstjórn sem setur þjónustu í forgang, leggur grunn að sjálfbærum rekstri til framtíðar og ber virðingu fyrir skattfé borgarbúa. Við Miðflokksmenn höfum boðað þær breytingar. Við viljum að borgin sé rekin af ábyrgð og festu. Við viljum borg þar sem fjármunir eru nýttir til að auka lífsgæði borgarbúa, ekki til að fóðra pólitískan sýndarárangur. Við viljum borg sem sýnir ábyrgð og byggir á fjárhagslegri sjálfbærni. Borg sem hlustar á íbúa og nýtir sér dugnað og frumkvæði þeirra sem hér búa. Þá hefur Marta Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Líf Magnúsdóttir. Borgarfulltrúi, hún í salnum. Þá það borgarstjórinn, Björk Hilmisdóttir sem næst á mælendaskrá. Já, ég ætla kannski að fá restina af klæðunum mínum. Og taka östurfundilega. Vil hefði ekki klúpa? Já, ég vil bara segjast. Líf ekki? Já, Líf ekki svona. Bara 2 mínútur. Tekið tveggja mínútna fundarhlé. Sjáum hvort hún birtist.
Hæstvirtur forseti, kæru borgarfulltrúar, ég ætla svona í seinni ræðunni minni að fara aðeins yfir samanburð við önnur sveitarfélög, bara svona til að setja okkur í smá samhengi við það hvernig þetta gengur, með lykli stærðir og kennitölur. Við berum okkur oft saman við önnur sveitarfélög þó að þau séu auðvitað minni en við, þá einhver síður þá eru sömu viðmið sem að gilda. Ef við sjáum til dæmis þessar lífeyrisskuldbindingar, gjaldfærsluna hjá Reykjavík sem voru 9,9 milljarðar og litur auðvitað afkomuna eins og við höfum farið yfir hér, þá gerðum það líka hjá hinum sveitarfélögunum og hér tókum við saman gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga í þessum sveitarfélögum. Og ég veit að sem hlutfall af tekjum hjá Reykjavíkurborg 4,8% en 6% bæði hjá Akureyri og Hafnarfjarðarbæ og 3,6% hjá Kópavogi. Og ef við myndum horfa á þetta, rekstrarniðurstöðuna hjá A-hlutunum án þessarar gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga, þá það reyndar þannig að öll þessi sveitarfélög væru í plús, líka Akureyri og líka Hafnarfjarðarbær. Þannig að þetta hefur auðvitað mikil áhrif og það væri í rauninni bara Kópavogur sem væri þá með betri rekstrarniðurstöðu án þessara skuldbindinga. Skýringuna á því kann ég nú ekki. En veltufé frá rekstri, það líka góður mælikvarði á fjárhagslegan styrk og sýnir hversu mikið reksturinn að skila í handbæru fé. Þar hafa reiknaða liðir eins og þessar breytingar á lífeyrisskuldbindingum að afskriftir ekki bein áhrif af því að við erum þarna að tala veltufé sem að sýnir hvaða fjármunir eru til staðar til að mæta öðrum skuldbindingum. Og veltufé frá rekstri var jákvætt 6,9% hjá Reykjavíkurborg og það var í rauninni einungis Akureyri sem var með hærra hlutfall á árinu 2025. Annars eru sveitarfélögin svona enn að ná sér eftir erfiða tíma í COVID en mér sýnst nú flest við erum við að ná okkur ágætlega. Nú ef við horfum á skuldaviðmiðið þá var A-hluti borgarinnar, skuldaviðmið Reykjavíkurborg var 80% á líðandi ári og það sýnir í rauninni mjög sterka stöðu með þau sveitarfélög hér sem við erum að bera okkur saman við. Það einungis Kópavogur á höfuðborgarsvæðinu sem með lægra skuldaviðmið en Akureyri þarna með langlægst. Nú ef við horfum á þróun skulda og skuldbindinga A-hluta á íbúa, eitthvað sem oft talað og það er oft áhugavert að skoða svona hluti bara til þess að sjá hvað tölurnar segja okkur. Þá sést að skuldir Reykjavíkurborgar og íbúa í Árslóg eru næstlægstar í samanburði við þessi sveitarfélög sem ég er búin að vera að bera okkur saman við. Það er í rauninni bara Kópavogur sem er þarna með lægri skuldir á íbúa. Nú ef við horfum á veltufé frá rekstri A-hluta í hlutfalli af tekjum, þá sjáum við það að það er sterkt og ef við horfum á það í samanburði við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, hérna eru Reykjavík og Kópavogur með hæst eða 7%, á meðan önnur eru mun lægri og hérna má sjá að Reykjavíkurborg hækkar lítið eftir milli ára, fer úr 6,3% á síðasta ári upp í 6,9% 2025 á meðan hin sveitarfélögin eru með lækkandi eða óbreytt hlutfall. Það sýnir árangur í rekstrinum sem við höfum verið að tala um. Mér langaði líka bara rétt að koma inn á það að á síðasta ári gerðum við við gerðum virkilega marga uppbyggingarsamninga. Við fórum í skipulagsbreytingar á umhverfis- og skipulagssviði, við fórum í gott samtal við markaðinn og við höfum gert mikið af uppbyggingarsamningum og samningum sem koma til þess að auka tekjur borgarinnar komandi árum. Og ekki bara tekjur borgarinnar, heldur koma til með að auka tækifæri fyrir fólk til að koma til Reykjavíkur, setjast hér að, eða fyrir fólk sem er í Reykjavík og er að leita sér að húsnæði sem að það kann við og hentar þeirra þörfum. Og við getum séð hér fjölgun og bygging nýrra íbúða í Reykjavík frá árinu 2011 til 2025 og við sjáum að 2020 það eru ákveðnar sveiflur í þessu. Og gula línan, ef við sjáum þetta, fjöldi byggðra íbúða og grænu súlurnar hafa sveiflast þessi 15 ár. Á 10 árum þá hefur Reykjavíkum fjölgað 23.900 sem er umtalsvert og íbúðum fjölgað 9.700 og markmiðið er núna að fjölga að jafnaði 1400–1600 ári meðan það er að vinna upp þessa uppsöfnuðu þörf sem að kom þarna í byrjun þessa tímabils en við sjáum að við erum búin að ná þarna næstum því einhverju jafnaði en þurfum að gera enn betur. Við höfum lagt áherslu á það að auka uppbyggingu á óhagnaðardrifnu húsnæði og frá því 2015 hefur það verið sirka 36% af því sem hefur byggst upp í Reykjavík.
Það hins vegar ekki þannig að 36% íbúðir í Reykjavík séu óhagnaðardrifið húsnæði, það er undir 16%. Þannig það langt frá því að við séum einhvern veginn komið með offramboð og slíku eins og hefur komið fram í rannsóknum og umræðum undanfarið. Þá ennþá mikill skortur á því og það í rauninni það fólk sem á leigumarkaði, ekki hjá svona óhagnaðardrifnum félögum sem hefur það verst í borginni. Þannig að þetta mikilvægt verkefni og við höfum tekið það mjög alvarlega að setja þetta inn í alla þá uppbyggingarsamninga sem við höfum verið að gera. Hvernig stöndum við okkur? Samanburði við hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Hér erum við að tala sambærilega tölu. Ef að hinnir væru að gera jafn mikið og við, þá myndi munum það og þá væri ekki skortur á félagslegu húsnæði í Reykjavík. Það bara þannig. Og mér langar líka að segja að á árinu 2025 þá samþykktum við að veita stofnframlög vegna 218 íbúða. Og þetta forsenda þess að hér byggist upp almennar íbúðir í óhagnaðardrifnum félögum, þar sem að ríki og sveitarfélög eru ásamt þessum félögum að fjárfesta í húsnæðinu. Á landinu öllu var úthlutað 345 íbúðum, þannig að Reykjavík var með 63% af þeim íbúðum sem þarna var úthlutað. Og Reykjavíkur hefur frá árinu 2016 veitt 9,6 milljarða í þetta mikilvæga verkefni. Þarna erum við í algjörri forystu og sú forysta mikilvæg, en hún ekki endilega eitthvað sem við viljum sjá. Þegar við viljum gjarnan að öll hin sveitarfélögin taki sinn skerf að þessari mikilvægu uppbyggingu, þannig að fólk, tekjulegra fólk, þurfi ekki að flytjast til Reykjavíkur til þess að eiga von á því að geta átt sér öruggt heimili. Það hafa verið veitt á landinu öllu 4.200 íbúðir og við höfum nú þegar úthlutað vegna 2.500. Þannig að við erum til 13 aðila, þannig að við erum þarna í mikilli forystu eins og ég segja. En þetta svona kannski það helsta sem ég vildi bæta við. Við höfum náð að styrkja reksturinn á þessu svona flókna ári, þrátt fyrir óvænta kjarasamninga og þrátt fyrir kannski meiri verðbólgu og svona meiri óráða í heiminum heldur en búist var við. Við höfum sett það í forgang sem skiptir fólk mestu máli í borginni. Og það eru öruggari heimili, að uppbygging leikskóla, betri þjónusta og taka markviss skref gegn ójöfnuði. Og mér finnst við geta hvatt þetta kjörtímabil með sóma. Við höfum búin að sýna það að það hægt að vaxa út úr erfiðleikum, það hægt að vaxa út úr vanda, en samtímis halda áfram að undirbúa okkur fyrir framtíðina. Af því að framtíðin kemur hvort sem að við gerum þetta eða ekki. Og ef við hefðum nú bakkað í vörn og sagt upp og hætt að byggja upp óhagnaðardrifið húsnæði og hætt að fjölga félagslegum íbúðum eða hætt að fjölga leikskólaplássum, þá værum við ekki á jafn góðum stað og við erum í dag. Það nefnilega mikilvægt að verjast, leita leiða en sækja á sama tíma svo fólk geti virkilega búið góð lífsgæði í borgin okkar. Og ég held að staðan núna sýni, það eru mörg tækifæri til að gera betur, það eru mörg verkefni framundan, það eru margar áætlanir eins og við höfum oft talað og ákveðið hér. En með ábyrgri fjármálastjórnun, sem auðvitað ekki endilega bara pólitíkinni að þakka, heldur ekki síður því starfsfólki sem vinnur við fjármálastjórnun hjá borginni, því það ekki eins og við stjórnmálafólki setjum saman reikninga eða fjárhagsáætlanir, það auðvitað hæfara fólki því, fagfólki því, getur maður sagt, sem á allar þakkir skilið fyrir það. En við stöndum vörð um þjónustuna og innviðina sem skipta sköpum í lífi borgarbúa og sú stefna þarf að skila sér bæði í fjárhagsáætlunum og í ársreikningum. Þannig að við sjáum það að við höfum ekki horft fram hjá neinum skekkjum. Hér allt tekið upp á borðið sem að mögulega gæti verið og það ekki einskiptistekjur sem eru hér að sýna einhverja betri stöðu en hún Svona staðan og hún ákveðin árangur eftir þetta 5 ára 5 flokka samstarfi í rúmt ár sem hefur verið magnað og skemmtilegt og það vil ég bara segja við borgarbúa að þetta held ég vinnusamasti meirihluti sem ég á nokkuð tímann verið í, vinnusamar og ábyrgar og öruggar konur sem eru hér í forystu og ef við höldum áfram Reykjavíkurborg, sama hverjir verða í þeim meirihluta, þeir oddvitar sem verða þar, með sama fókus og sömu forgangsröðun, þá getum við haldið áfram að byggja borg sem veitir fólki öryggi, skapar tækifæri og eykur lífsgæði og það sannarlega borg sem mér langar að búa í og vill vinna áfram að móta. Nægur í verkefnin því að það ekki eins og við séum búin, okkur fjölgar en við höfum náð miklum árangri á stuttum tíma. Ég legg til að þessi ársreikningur Reykjavíkurborgar verði samþykktur.
Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri, lokið máli sínu og þá ræðum lokið undir þessum lið og þá göngum við til atkvæða ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025. Það vantar einhvern. Eru allir komnir? Þá vil ég bera ársreikninginn undir atkvæði, bara biðja ykkur að sýna þess merki ef þið eruð samþykkið ársreikninginn. Þegar ég samþykkja ársreikninginn. Ég sýna þess reikningunum verður samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við örstutt kaffihlé, 10 mínútur. Já, það ekki. Það var smá fundar hér.
Þá fundi fram haldið 17:35. Já, 16:35 fyrir gefið í leit vitlaust. Og við göngum til annars liðar á dagskrá borgarstjórnar og leggjum fram fundagerðir stafræns ráðs frá 22. apríl og skóla- og frístundaráðs frá 27. apríl og umhverfis- og skipulagsráðs frá 29. apríl. Og forseti hvetur ræðumenn til að segja undir hvaða lið þeir vilja halda ræðu. Næstur á mælendaskrá Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur, þetta verður ekki langt. Ég ætlaði bara aðeins að fá að tjá mig hérna fundagerð skóla- og frístundaráðs, fyrsta lið, sem tillagan að innleiða stafrænt dagatal fyrir foreldra, nemendur og starfsfólk. Og fólk getur þá gerst áskrifundur af því og tengt það við sín persónulegu dagatöl. Það mun bara einfallega gera foreldrum, nemendum, kennurum og öðru starfsfólki miklu auðveldara fyrir að halda utan alls konar viðburði, frídaga, starf, bekkjarkvöld, verkefnaskil og bara allt svoleiðis og geta fengið inn í sín dagatöl. Þetta löngu tímabært og þetta kannski ekki eitthvað stórkostlega risavaxin aðgerð en þetta góð aðgerð, þetta bara einföld leið til að veita betri upplýsingar, eiga betra samtal og bara auðvelda borgarbúum og nemendum og starfsfólki í lífið. Ég held að þetta sé bara auðvelt dæmi eina af þessum ótal leiðum þar sem við erum að gera betur og bæta borgina og ég bara hrósa skóla- og frístundaráði og skóla- og frístundasviði fyrir, já, bara öllu sem komið að fyrir bara flotta tillögu og mér bara líst mjög vel á þetta og til hamingju Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúin Alexandra Briem lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Ég kem hér upp undir liðnum, ég vona þessi rétt, hjá fundagerðar umhverfis- og skipulagsnefndar og ætlaði að fara örfáum orðum hjólreiðaáætlun Reykjavíkur með leyfi forseta. Og þetta þessi hjólreiðaáætlun sem gildir þá frá 2026 til 2030, hún í öllum meginatriðum tilbúin, það eftir að ganga frá formála formanns og sá sem hér talar einmitt sekur að vera ekki búinn að klára þennan formála en það stendur til að gera það mjög í dag eða á morgun þannig hann fylgi með. Og það þarf ekki að fara mörgum orðum það, ég gat þess nú hérna áðan hvað þessi hljóðláta bylting sem ég kallaði svo sem hefur orðið hér í Reykjavík varðandi hjólreiðar og það hefur rauninni bara við sem förum borgina í rauninni hvort sem við erum á fótgangandi í strætó eða á einkabílum eða hjólandi að það sjáum við það berum augum hvað margir fara á milli og líka hér á milli sveitarfélag og þannig skiptir svolítið miklu máli en fyrst var hjólreiðaáætlun fyrir Reykjavík samþykkt 2010 og þannig að síðan hefur hjólreiðaáætlunin nokkrum sinnum verið endurnýjuð og í þessu tilviki, í þetta sinn að þá sátu
Í hópnum, stýrihópnum Hjálmar Sveinsson sem sé formaður, Aðalsteinn Haukur Sverrisson, Andrea Helgadóttir, Kjartan Magnússon og Sara Björg Sigurðardóttir og með hópnum störfuðu einnig Grétar Mar Hreggviðsson, Kristín J. Eysteinsson og Magnús Ársælsson, en þeir eru starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs borgarinnar, en við gerð áætlunarinnar fékk hópurinn ráðgjöf frá Kófi verkfræðistofu sem hefur einmitt víðtæka reynslu af gerð hjólreiða áætlana út allan heim. Það svona grunnurinn, svona skipulagslegur og hugmyndafræðilegur grunnur að hjólreiðaáætluninni kemur rauninni fram í aðalskipulagi Reykjavíkur sem ég myndist á hér áðan 2010 til 2030. Það sem einmitt lögð mikil áhersla á virkar vistvæna ferðamáta og þar haft í heiðri og það sérstaklega í þessari hjólreiðaáætlun sem hefur verið kallað samgöngupíramídinn sem gengur út á það að mesta áherslu ber einmitt að leggja á virka ferðamáta svo sem göngu og hjólreiðar. Það líka frábært upp á lýðheilsu. Og í öðru lagi almenningssamgöngur, strætó, borgarlína og samflot í einkabílum. Í fjórða lagi rafbílar og í fimmta og síðasta lagi eldsneytisdrifnir bílar. Þeir eru komnir hérna niður í neðsta sætið í forgangsröðuninni. Markmið eða framtíðarsýn sem sett fram í þessari nýju hjólreiðaáætlun svo eða nær til 2040, sjálf áætlun nær til 2030 en sem sagt framtíðarsýn til 2040 að þá verða lágmarki 50% allra ferða innan Reykjavík farnar með virkum ferðamótum og almenningssamgöngum, þar segja hjólum, fótgangandi og með strætó, borgarlínu þar með líka. Og að þetta ár 2040 verði að lágmarki 35% allra ferða farnar gangandi, já, og þetta felst í því sem ég sagði áðan, og að lágmarki 15% allra ferða farnar á reiðhjóli. Og það felst þá líka í því að samgöngur og umferðin jú þannig á takmörkuðum gatnakerfi og stígakerfi borgarinnar, það kemst ekki endalaust fyrir að lágmarki 60% allra ferða verði farnar, sem eru undir 50 kilometra verði farnar á hjóli. Og ég ætla ekki að fara frekar í þetta en það eru 4 meginmarkmið að efla hlutdeild hjólreiða, að hafa aðgengilegt net hjólreiða og í þriðja lagi hjólað allt árið kring og 4 örugg og næg hjólastæði alla borg og svo undir markmið. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Sabine Leskop. Já, forseti, ég ætla að tala undir fundargerðarskóla Frista hérna ráðs frá 27. mánuð og hérna apríl. Og þar undir 3. lið þar sem voru lagð fram tillaga sviðsstjóra varandi hérna tillögur stýrihóps forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi barna og ungmenna. Það sem ég leiddi stýrihóp og hérna var rætt hér í borgarstjórninni síðasta ári. Þessum tillögum var vísað inn í fagráðin og hérna það var greitt atkvæði og samþykkt 6 tillögur frá stýrihópnum sem varða starfsemi skóla Frístansviðs. Og ég ætla bara að lýsa yfir ánægju og hérna þakklæti fyrir þennan stöðning sem hérna verkefnin og tillögurnar sem tilheyra skóla Frístansviði hafa hérna fengið þar og meðal þeirra tillögur sem eru samþykkt hér meðal annars
tillögu styrkja börn í viðkvæmri stöðu á leikskóla, innleiða leiðsagnarnám í alla grunnskóla. Það nýsköpun í foreldrasamstarfi meðal foreldra barna í 4. bekk, eitthvað sem við töldum sérstaklega mikilvægt. Í 4. bekk sannlega mikið hægt að vera að missa börnin úr skipulagðu starfi. Og einnig að efla félags- og tilfinningafærni í öllu starfi með börnum og ungmennum. Svo annar stigs í seinni hluta tillagna það sem ég vildi vekja sérstaklega athygli og það sértækt hópastarf fyrir börn á aldrinum 10 til 12 ára í viðkvæmri stöðu sem verður innleitt forgangsraða í þeim 5 félagsmiðstöðvum þar sem mest þörf talið og útrúlega mikilvægt við lögðum mikla áherslu og okkar fagfólk og allir í pólitík voru sammála okkur að leggja aðal áherslu á þennan aldurshóp. Þetta eru börn sem byrjuðu sína skólagöngu í COVID og kannski mistu af mörgum tækifærum mynda félagsleg tengsl. Þannig að þetta mikið fagnaefni og á mikla möguleika að þróa þetta áfram. Við ætlum líka að innleiða áfram tengsla áfallamiða-nálgun með börnum og ungmennum. Það voru gerst einhverjar breytingar á nokkrum tillögum eins og eðlilega eins og til dæmis tillögu stuðningsteymi vegna barna á flótta með mikilvæga áfallasögu að það samþykkt með þeirri breytingu að stuðningsteymi verði sett saman af starfsfólki sem nú þegar starfandi hjá borginni. Svo vísum við nokkrum tillögum í gerð fjárhagsáætlunar eins og námskeið stráka að spjalla, þjálfun starfsfólks þar og síðast en ekki síst bara mjög mikilvægt tillaga okkar stuðning við hinsegin félagsmiðstöð, mjög mikilvægt í forvarnastarfi varðandi ofbeldi með barna og ungmenna. Við ræddum þetta hér, stór hluti af börnum sem sækir hinsegin félagsmiðstöð kemur ekki frá Reykjavík og við höfum hingað til ekki fengu þann raunkostnað bætt frá öðrum sveitarfélögum. Við vísum að sjálfsögðu engu barni eða ungmenni frá en hvetjum hér eða samþykktum að borgarstjóri taki upp viðræðu við samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og mennta- og barnamálaráðuneyti samanlega fjármögnun verkefnisins sem innvikið. Annars þakka ég kærlega fyrir þennan stuðning og hvet önnur ráð eins og Véskils velferðarráð á eftir að fjalla á lokafundi sína tillögur. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin Sabine Leskopf lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tek til máls undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 29. apríl og ætla að byrja hér á öðrum dagskrárlið þar sem verið að heimila að hjólandi verði undanþeginn einstefnuakstri í tilteknum götum í Vesturbænum. Þetta getur alveg verið jákvætt mál í sjálfu sér en mikilvægt þó að hafa það í huga að slíkar tillögur feli ekki í sér að heimild til hjólreiða gegn einstefnu verði leyfð í þeim götum þar sem að það krefst fækkunar bílastæða. Því að nóg komið að fækkun bílastæða í borgarlandinu en fækkun þeirra hefur verið umtalsverð á síðustu árum eins og við vitum. Hér var samþykkt að fækka bílastæða með 3000 og það full mikið í lagt. Við viljum hverfa frá þeirri stefnu, við viljum fjölga bílastæðanum. Þannig að verði slíkar heimildir leyfðar, þá verði að hjól megi fara gegn einstefnu, þá verði það í þeim götum þar sem ekki þarf að fækka bílastæðum. Nú síðan það þriðji dagskrárliður, þar sem verið að samþykkja að skipulagslýsing fari í auglýsingu á svokölluðum loftleiða reit. Það sem ég geri athugasemdir við það að þarna ofurþéttingaráform meirihlutans að þau virðast ekki eiga sér nokkur takmörk. Þarna var einn grænn blettur sem meirihlutin sá, það sem hægt var að troða niður byggingum.
og kalla þá lífsgæðakjarna. Lífsgæðakjarna við samgönguæðar, sikkurum við þennan litla blett sem vart á stærð við umferðareyju. Og markmiðið með slíkri uppbyggingu á þessum stað augljóslega svo að þrengja enn og aftur að Reykjavíkurflugvelli. Enda gæti uppbygging á þessu svæði haft áhrif á Reykjavíkurflugvöll, bæði nothæfistöður og rekstrarhæfi vallarins. En við í Miðflokknum, í borgarstjórn Reykjavíkur, getum ekki fallist á uppbyggingu í nágrenni flugvallarins eða við flugvöllin sem skerðar nothæfistöðulinn eða rekstrargrundvöll vallarins. Vildi bara ítreka það. Við höfum margoft farið yfir þetta mál hér í sal borgarstjórnar á þessu kjörtímabili og ég vil bara minna enn og aftur á það að við verðum að gæta þess að engin uppbygging við flugvöllin eigi sér stað sem að geti skert rekstrargrundvöllin með þeim hætti að uppbyggingin ger það verkum að við vitum það að þetta hefur áhrif á vindafar. Það kom fram í fjölmiðlum árið 2022 að framkvæmdastjóri innanlandsvallar Isavia hafði áhyggjur af uppbyggingu við flugvöllin og sagði með leyfi forseta: við höfum áhyggjur af þessu, öll þétting byggðar í kringum flugvelli hefur áhrif á aðstæður á braut, á vindafar á braut. Þetta framkvæmdastjóri innanlandsflugvalla Isavia sem að tala svona. Og þetta hafa sérfræðingar margoft bent á. Það kom út skýrsla hér á sínu tíma sem að staðfestir þetta allt saman. Þannig að finnið einhvern annan lítinn græna blett. Ég hélt satt að segja að þessi meirihluti hefði kannski hlustað aðeins á borgarbúa sem eru búin að fá nóg að því að þið leitið með stækkunargleri eftir litlum grænum blettum til þess að geta þrengt og þétt borgina. Er ekki komið nóg? Þessu þurfum við að breyta. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar og fyrst veitir andsvar borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, forseti, takk fyrir það. Ég hjó eftir því að borgarfulltrúin talaði umferðareyju og lífsgæðakjarna. Ég má til með að spyrja borgarfulltrúan, hvað finnst henni lífsgæðakjarnan í Mörkinni? Nú þetta einn vinsælasti lífsgæðakjarni borgarinnar með margra ára bið til þess að komast inn og var byggður fyrir 25 árum síðan og þá var nú einmitt hrópað hátt hér í þessum sal að nú ætti að fara að koma öldruðum fyrir og umferðareyju. Og þetta var sannlega umferðareyja þá, því að þetta var á milli götunar sem liggur hérna beint í framhaldi af Suðurlandsbrautinni og Miklubrautar og dramatísk voru orðin þá og þarna voru líka fögur stytta ef þið munið svo langt aftur, þið hinn googlið það bara. En í dag þetta einn vinsælasti lífsgæðakjarni borgarinnar, þannig að ég spyr, er þetta eitthvað öðruvísi en það sem er að fyrirhugað við flugvöllin? Er það kannski bara flugvöllurinn sem er fyrir taugarnar á borgarfulltrúanum eða er það í alvörunni lífsgæðakjarnin? Þá hefur borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þétting hvar svo sem hún á sér stað við umferðaræðar finnst mér ekki vera réttlætanleg. Við vitum að þetta hefur áhrif á heilsu þeirra sem að þar búa, bæði hávaðamengun og svifryksmengun og ónæði fyrir íbúana sem að þar búa. Hvað var það flugvöllin? Nei, það hefur ekkert sérstaklega með hann að gera, annað en það að þetta mun hafa áhrif á rekstrargrundvöll flugvallarins og nothæfistöðulans og þetta er pínu lítill blettur og ég fór þarna bara í fyrrakvöld framhjá með gesti, var að fara út að borða og benti á hana blett og þessu nei, nú segir ekki satt Marta, það getur ekki verið að byggja á þessu bletti. Þetta er upplifun borgarbúa á leit meirihlutans að litlum bletti með stækkunargleri hér alla borg til þess að tróða niður byggingum.
Það er öfugmæli að kalla þennan reit að þetta sé lífsskeiðakjarni sem að það á að vera. Já, þá hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari. Veitir þá borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir andsvar öðru sinni. Já, forseti, takk fyrir. Það sem sagt borgarfulltrúin þá að segja að þeir sem búa í Mörkinni og þeir sem eru á biðlista í Mörkinni búi við slægari lífsskilyrði heldur en aðrir út af umferðarmengun og hávaða. Er það sem borgarfulltrúin er að segja? Þá hefur borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta er ekki alveg samanburðarhæft. Sérstaklega með tilliti til þess að Mörkin er töluvert fjær stofnbrautinni en þessi litli blettur þarna við flugvöllin, við loftlega reitin og ekki hægt að bera það saman. Þetta er útúrsnúningur. Þá hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og næstur til að veita andsvar er borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, þetta er forvitnileg orðaskipti. Ætli það sé ekki svona 60-70.000 bílar á sólarhring sem að keyra fram hjá dvalarheimilinu þarna við Mörkina. Það er svona 100 sinnum meiri heldur en á flugvallavegi og það er keyrt mjög hratt. En ég ætlaði að spyrja út á orðum borgarfulltrúans samtífist nothæfisstuðul. Það voru uppi stórur það að nothæfisstuðull Reykjavíkurflugvallar myndi hrapa niður úr öllu valdi við uppbyggingu byggðarinnar við Hlíðarenda. Það hefur ekki gerst, heldur er hann ennþá mjög hár. Þess vegna langar maður að spyrja borgarfulltrúan hvort hann getur frætt okkur því hver er nothæfisstuðull Reykjavíkurflugvallar í dag í prósentum miðað við nothæfisstuðurinn á Ísafirði, Akureyri og Vestmannaeyjum og kannski Egilsstöðum líka. Þá hefur borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er athyglisvert að borgarfulltrúin skuli spyrja mig prósentur nothæfisstuðulinn því að hann virðist vera alveg sérfræðingur í málefnum sem snúa að Reykjavíkurflugvelli. Við vitum það, þetta mun hafa áhrif á nothæfisstuðulinn. Við vitum það að öll uppbygging nálægt flugvellinum mun hafa áhrif á rekstrar grundvöll vallarins. Það sýna skýrslur, það hafa fræðimenn sýnt fram á og það þarf ekki meira vitnanna við. En Hjálmar Sveinsson ber alltaf höfuðið við steininn í þessu máli, neitar að hlusta á rök, neitar að lesa skýrslur og trúa því sem það er sagt. Þá hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, mér finnst þetta nú koma úr alhörðustu átt. Það er mjög auðvelt að lesa sér til hver nothæfisstuðull til dæmis Reykjavíkurflugvallar. Það er mjög auðvelt. Hann var 98%, er komið 97%. Og það vil svo til að ég reyni að setja mig inn í þau mál sem að ég fjalla hér í borgarstjórnarsal og borgarfulltrúin mætti gjarnan gera slíkt hið sama því að hérna fullyrðir hún nothæfisstuðul en veit greinilega ekkert hann. Það er alveg furðulegt sko. Þá hefur borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvari borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson virðist aldrei geta komið upp í ræðu eða upp í andsvörum öðru sem að vera með skítkast. Segja fólk seti sig inn í hlutina. Ef einhver hefur sett sig inn í flugvallamálin, þá er það ég. Og ég veit alveg að nothæfisstuðullinn er 98%. En að fara að bera saman Ísafjörð, Akureyri eitthvað, ég skal alveg viðurkenna það ég hefði ekki alveg í kollinum. En ég get flettið upp hvenær sem er. Það getur borgarfulltrúin líka gert. Hann spyr spurninga sem að veit svariði í þeim tilgangi að reyna að snúa hér út úr hlutunum. Þetta er ekki boðleg samskipti hér í borgarstjórnarsalnum
og ég bara hvet borgarfulltrúann til þess að biðjast afsökunar á því. Hann gerir ekki annað hér og hefur ekki gert annað hér þann tíma sem hann hefur setið í borgarstjórn en að dæma hvernig ræður fólk flytur, hvort það eru góðar eða slæmar og hvernig ansvör fólk gefur og fellur einhverja dóma það. Þá hefur borgarfulltrúa Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni. Forseti hvetur borgarfulltrúa að virða ræðutíma. Óskar borgarfulltrúa að gera athugasemdir við fundarsköpun. Með leyfi forseta við að bera mig sakir, sko. Af því að það var jú borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir sem fór að tala að ég, Hjálmar Sveinsson, væri sífellt að berja höfðinu við steinin. Og það finnst mér undarleg upphaf af samræðum okkar á milli. Já, þá hefur borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson lokið við að bera af sér sakir og þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, tekið til máls undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 29. apríl, 10. dagskrárlið. 10. dagskrárlið. Heildarendurskoðun Mjóddar. Okay. Í samstarfsyfirlýsingu Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins, Vinstri grænna og Flokks fólksins er kallað eftir var samþykkt að gera heildarendurskoðun á Mjódd. Hún var sett á dagskrá. Og tillögur fyrir vinnuna liggja fyrir fundinum hérna inn í fundargerðinni. Mjóddin er nefnilega miðja höfuðborgarsvæðisins, hvort sem ykkur líkar það betur eða verr. Þá er Breiðholtið mjög miðsvæðis. Þetta svæði geymir fjölmennustu skiptistöð strætó á landinu, liggur nálægt 2 stórum umferðarmiðum, Breiðholtsbraut og Reykjanesbraut, þar sem fara á annað 1000 bílar daglega. Þangað sækir fjölda fólks þjónustu, fjölbreytt atvinnustarfsemi á svæðinu, en umræða ásýnd og stöðu Mjóddar og nánasta umhverfis hennar hefur verið áberandi síðustu misserin. Þættir sem komin á aðstöðu, aðbúnað, öryggi, ásýnd á svæðinu sem íbúa hverfisins, viðskiptavinir, verslunar og þjónustu ásamt farþegum, skiptistöðarinnar hafa ítrekað kallað eftir úrbótum á. Hluti af vinnuhópsins var að eiga samtal við hagaðila svæðið og nálgaðist stýrihópurinn það með sama hætti og uppleggið af vinnunni, en talað var við hagaðila, ungmenni í ungmennaráðum, fulltrúa úr foreldrasamfélaginu, rekstraraðila, svæðisfélagsins í Mjóddinni, lóðarhafa ásamt fagfólki sem kom frá umhverfis- og skipulagssviði, skóla- og frístundasviði, ásamt samgöngusérfræðingum frá Vegagerð, Betri samgöngur og Samgönguráðuneytinu. Lagt var upp með að skipta verkefninu í þrennt, tillögur og úrbótum strax, úrbæti sem eru unnu fljótlega og svo að lokum framtíðarsýn svæðisins. En dæmi aðgerðir strax sem eru aðgerðir sem snúa öryggi, lýsingu, gringun trjáa og eitthvað sem var hægt að gera. Næstu aðgerðir, næstu misserin voru til dæmis endurhöfn skiptistöðar, bætt aðstæða fyrir gangandi og hjólandi og ákall að fari verði í skóla- og frístundasvið, fari í sviðsmyndagreiningu á þróun og tækifærum í skólum og frístundamálum í hverfinu. En svo er það framtíðarsýnin til langs tíma, þar sem að Mjóddin er endurhugsuð, endurhönnuð og endurbyggð sem borgarþróunarverkefni með alþjóðlegri hugmyndasamkeppni, þar sem blöndubyggð, mannvænum borgarrýmum er blandað saman með sterkum tengingum við nærumhverfið. Þannig gegnum gangandi þráður í þessu samtali við hagaðila og grasrót hverfisins voru á þessum þáttum. Fyrsta lagi að svæði þyrftu algera endurhönnun og uppstokkun að halda. Í öðru lagi töluðu allir hópar skiptistöðuna, bæði ytra umhverfi og innra. Og að lokum voru það málefni skóla og frístundar sem höfðu bara svolítið svona skiptu hagaðilana máli. Mikil sóknarfæri liggja í því að endurhugsa og umbreyta Mjódd í mannvænt borgarumhverfi sem laðar að sér fleira fólk, meiri fjárfestingu og blómlegt atvinnulíf.
Það er ekki bara mikilvægt fyrir ímynd hverfisins að ráðast verði í alþjóðlega hugmyndasamkeppni sem að mótar og þróar svæðið til framtíðar, heldur líka fyrir íbúana, okkur sem búum þarna, skólasamfélagið, atvinnuþróun í borgarinnar og tilverði ný og betri Mjódd, meiri og betri Mjódd. Og ég að segja þetta einu sinni enn, nei. Ég ætla að segja að hópurinn gerði svona óvísindilega íbúakönnun sem var alveg haft 700 einstaklingar að með minni svöruð og skilaboðin voru skýr. Fólk vill sjá ísbúð, jólamarkað, fleiri græn svæði, meira mannlíf, meiri menningu, fleiri viðburði, fleiri verslanir, fleiri blóm, innilegsvæði, betri aðbúnaður hjá strætó og kjötbúð, íþróttavöruverslun, listasafn, læknavakt, hlýlegri göngugötu, nördabúð til dæmis. En mér langar að þakka félögum mínum, Alexander Brím og Jónu Dýrinu Jónsdóttur borgarfulltrúa fyrir samstarfið og samvinnuna, fyrir ykkur sem sitji í þessum sal að mun halda áfram eftir kosningar. Þessar tillögur sem liggja fyrir fundinum eru ykkar að taka áfram og hlusta á vilja íbúa í Breiðholti í eitt skipti fyrir öll. Við viljum öll meira og betri Mjódd strax. Ekki eftir 10 ár, ekki eftir 20 ár. Ég á ekki þurfa að koma hér aftur og gefa kost á mér þannig að meiri og betri Mjódd verði að veruleika. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Sara Björk Sigurðardóttir lokið máli sínu og þá ekki fleiri kvartsi hljóðs undir þessum 2 dagskrárliðum. En forseti vill leita þá afbrigða til að taka á dagskrá fundargerð borgarráðs frá 30. apríl síðastliðnum og þarf ég þá að kalla inn til að vantar einhver í salinn. Og meðan við bíðum eftir borgarfulltrúum þá vil forseti hvetja ykkur til að senda inn bókanir. Það er orðið svolítið heitt hérna. Já, takk. Það eru allir borgarfulltrúar. Telji þetta ekki bara svo þegar búin að greiða atkvæði, jú. Gera þetta. Salurinn fullmannaður. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum? Er einhver sem að mótmæli því að fundargerð síðan frá 30. apríl? Er það ekki þá sett inn í fundargerð? Já. Þá er það samþykkt. Það hreyfir enginn andmælum við því. Nei, það er gott. En vil vekja athygli, það verður sendið í fundargögn að það þarf að greiða atkvæði undir lið 12 sem er gönguvæna borg og svo lið 19 sem er hjólreiða áætlun Reykjavíkurborgar til 2026 til 2030 og síðan er það liður 37 sem er stefna í málaflokki fatlaðs fólks og aðgerðaskjal með stefnunni. Og fyrstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég kem upp undir fundargerð borgarráðs frá 30. apríl, lið númer 37 sem er bréf velferðarsviðs samanber samþykkt velferðarráðs frá 15. apríl á tillögum stefnu í málaflokki fatlaðs fólks og tillögum aðgerðaskjal með stefnu í málaflokki fatlaðs fólks ásamt fylgiskjölum. Ég ætla að fara yfir að helsta sem breyttist í stefnunni á milli umræðna en nú er yfirheiti stefnunar Reykjavík fyrir okkur öll.
Stefna Reykjavíkurborgar í málaflokki fullorðins fatlaðs fólks 2026 til 2036. Ég kannski fæ hérna niðurtalninguna svo ég haldi mig innan tímamarka. Og markmiðið er auðvitað að Reykjavíkurborg sé fyrir okkur öll og að ræða stefnu borgarinnar þó að velferðarsvið sjáu mesta stuðninginn og þjónustuna sem þar undir, að þá þetta ekki eitthvað sérstök stefna eins sviðs. Það líka þannig að íbúar vita ekkert endilega kannski hvaða svið að bjóða upp á stuðninginn og þjónustuna þegar hún veitt af hendi borgarinnar. Við tökum líka sérstaklega fram að sé að ræða stefnu fullorðið fatlað fólk, en það kom fram í umræðinni að fólk saknaði þess að fjallað væri fötluð börn, en í raun það utan okkar sviðs hjá velferðarsviði og velferðarráði að geta farið vel í þá vinnu og nefnum við því sérstaklega í stefnunni að það sé mikilvægt að sérstök stefna ásamt aðgerðaáætlun sem varðar fötluð börn verði sett fram hjá unnin af öðrum sviðum Reykjavíkurborgar þar sem að þau hafa meiri sérþekkingu og svo þar auki þá voru þeir aðilar sem best þekkja til í þeim málefnum ekki í hópnum sem að var að móta þessa stefnu. Þá hefur aðgerðaskjalið verið aðgreint frá stefnunni sjálfri en það kom fram athugasemdir að við værum með þetta í rauninni allt í einu skjali en þá hefur þetta verið aðgreint þar sem að stefna annars vegar og síðan aðgerðaskjalið hins vegar. Vegna réttmætrar ábendingar að eftirfylgd ætti að vera í samstarfi við samráðshóp borgarinnar í málefnum fatlaðs fólks, þá höfum við skert á því að við innleiðingu á stefnumótun og eftirfylgd aðgerðaáætlunar verður samráð haft við viðeigandi aðila eftir því sem við á. Og svona með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa úr gögnum málsins sem að kjarna störf hópsins og næstu skref. Með leyfi forseta að þá ekki lögð fram tímasett og kostnaðarmetin aðgerðaáætlun samhliða stefnunni. Stýrihópurinn lagði áherslu á að móta heildstæða stefnu og skilgreina megináherslur og aðgerðir á stefnumarkandi stigi fremur en að útfæra ítarlega aðgerðaáætlun á sama tíma. Samhljómur var innan stýrihópsins að aðgerðaáætlun ætti að taka til skemmri tíma en stefnan sjálf sem nær yfir 10 ára tímabil. Með því móti skapast betri forsendur til að bregðast við breyttum aðstæðum, þörfum notenda og forgangsröðun. Lagt því til að skrifstofu málefna fatlaðs fólks á velferðarsviði verði falið að vinna tímasetta á kostnaðarmetna aðgerðaáætlun á grundvelli þeirra áherslna og aðgerða sem framkoma í stefnunni. Við þá vinnu verði lögð áhersla á skýra forgangsröðun, skilgreiningu ábyrgðaraðila og raunhæfa tímasetningu aðgerða í samræmi við fjárhagsramma og þróun þjónustunnar hverju sinni. Með þessari nálgun tryggt að stefnan haldi stefnumarkandi gildi sínu til lengri tíma. Á sama tíma aðgerðaáætlun verður lifandi verkfæri sem hægt að endurskoða og uppfæra reglulega í takt við þarfir og aðstæður. Meginmarkmið stefnunar að tryggja að fatlað fólk geti lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi á eigin forsendum og tekið virkan þátt í samfélaginu, leggur áherslu á mannréttindi, jafnræði, valdeflingu og einstaklingsmiðaða þjónustu sem tekur mið af fjölbreyttum þörfum og þá lýkur þessari tilvitnun. Ég vil taka fram að starfið með hópnum var mjög ánægilegt, það mjög mikilvægt að fólk sem þekkir til komi að þessari stefnumótun. Það fróðlegt og ánægilegt að vinna saman í hópnum og í rauninni þetta þá tvær tillögur, annars vegar tillaga að samþykkja stefnuna og hins vegar að velferðarsviði þá verði falið að vinna tímasetta og kostnaðarmetna aðgerðaáætlun á grundvelli þeirra áhersla og aðgerða sem framkoma í aðgerðaskjali með stefnu. Öll gögnin fylgja með í þetta sjá þetta í fundargerð borgarráðs í einum pakka þarna, öll fylgiskjöl og ég vonast til að bæði verði samþykkt. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtutóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kem með ljós út af fundargerð borgarráðs frá 30. apríl. Undir fyrsta lið þá fengum við borgarfulltrúar kynningu á langtíma áhættumati á Hraunvá og höfuðborgarsvæðinu. Þetta var mjög fróðleg kynning og eftir hana og skýrslu frá Veðurstofunni sem var rætt á fundinum, þá sér maður alltaf betur og betur, það kemur í ljós að hvað Hvassahraun eða Afstapahraun er frálegt flugvallastæði. Og þrátt fyrir mörgum eldgosum þarna í næsta nágrenni við þetta svæði, þá virðast sumir flokkar ekki hafa horfið frá orðunhafum hugmyndum sínum uppbyggingu flugvallar á þessu svæði. Og það er ekki lengra síðan en, það er þetta held ég haustið 2024 sem var hérna æsileg umræði hér í borgarstjórn Hvassahraun, þar sem fulltrúar Samfylkingarinnar mótmæltu því harðlega að Hvassahraun var ekki gott flugvallarstæði og sögðu þvert á móti flest benda til þess. En ég hygg nú að eftir þessa skýrslu Veðurstofunnar nýjustu að þá sé mun erfiðara að halda því fram en áður. Undir öðrum lið fundargerðarinnar þá var rætt nýtt íbúðahverfi í Höllum og þar hvatti ég til þess að skipulag í Höllum yrði unnið í víðtæku samráði við íbúa í Grafarholti og Úlfarsárdal og að miðað verði hóflegt íbúamagn. Og maður skilur mjög vel íbúa sem líst ekkert á þær hugmyndir sem þeir heyra, að á þessu svæði sem er ekki mjög stórt, þess að myndalegt svæði, þar var áður gert ráð fyrir 1100 íbúðum, en nú er hafin undirbúningur að uppbyggingu 3600 íbúa hverfis í samstarfi við innviðafélag. Til samanburðar eru 4500 íbúðir í öllu Árbæjarhverfi og 8000 í Grafarvogi. Þannig að þarna held ég að borgarstjórnu þurfi að vanda sig heldur betur. Í 20. og 23. lið fundargerðarinnar þá voru teknir fyrir samningar eða samkomulag við fjármála- og efnahagsráðuneytið uppbygging og þróun á nokkrum lóðum. Ég vil bara segja það hér í borgarstjórn að það kom mér mjög óvart hvernig var staðið að málsmeðferðinni í þessu máli, að það kom fram að það væri væntanlegt lögfræðiálit frá borgarlögmanni þessar lóðir, samkomulag við ríki þróun og uppbyggingu á þessum lóðum, og hins vegar voru þær ekki lagðar fram á fundinum þrátt að vera óskað eftir því. Það var sagt að þeir eru kannski lagðar fram á þarnæsta fundi, og ég verð að segja, mér finnst ótrúlegt þegar svona stórt mál er að ræða að þá skuli sveitarstjórnarmenn ekki og borgarfulltrúar ekki fá þau málsgögn sem nauðsynleg eru til að þeir geti tekið upplýst afstöðu til mála, og ég myndi halda að lögfræðiálit í svo vandasömu máli var tímalaust slíkt gagn. Eðlilegt hefur verið að bíða með afgreiðslu þar til fulltrúum í borgarráði hefur verið gefinn kostur á að kynna sér þessi gögn, og þá gagnið heitir umsögn borgarlögmanns uppbyggingar samkomulag lóðanna Laugavör 164-66, Borgartúns, Guðrúnartúns og Grensásvegar, Seljavegar og Laugarnesvegar. Mér finnst þetta mál alltaf því hafi verið vanreifað í borgarráði, þar sem það var ljóst að til voru gögn sem voru samt ekki lögð fram á fundinum þó að þau hefðu getað haft verulega þýðingu í málinu og áhrif á afstöðu einstakra borgarráðsfulltrúa til þess. Á borgarráðsfundinum var einnig fjallað undir 48. lið. Það var tekin fyrir tillaga mín að það verði teknar viðræður við ríkið og sveitarfélög að hætt verði við smíði Fossvogsbrúar. Þetta Fossvogsbrúin mun kosta 11 milljarða króna. Ég held að þetta sé einhver mesta sparnaðartillaga sem hefur verið tekin fyrir á vettvangi borgarstjórnar. En því miður tillögunni var vísað frá að tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, og mér finnst leitt að slíkri tillögu skuli vera hafnað án skoðunar af vísu stuðningsflokkum borgarlínu verkefnisins, Sjálfstæðisflokksins og vinstri flokkana, enda hefur aldrei verið meira þörf á aðhaldi í opinberum fjármálum en nú. Brúin verður mjög dýr eins og áður sagði, en hún mun hafa afar takmarkaðan almennan tilgang og flest bendir til þess að hún verði óarðbær og hafi neikvætt núvirði eins og borgarlínuverkefnið í heild sinni. Það eru margar aðrar framkvæmdir sem eru arðsamar og eru þarfar,
en þessi brú virðist hafa helsta verkefni að vera eins konar flaggskip eða krúnudjásn borgarlínu verkefnisins. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvassir hljóðs undir þessum lið og göngum við þá til atkvæðagreiðslu. Við göngum fyrst til atkvæða lið 12 í fundargerð borgarráðs frá 30. apríl. Það er stefnu Gönguveina borg. Þeir sem samþykkja það vinsamlegast gefa merki. Það var það samþykkt með öllum 23 atkvæðum. Næst skrifum við atkvæðum lið 19 hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar 2026 til 2030. Þeir sem samþykkja það vinsamlegast gefa merki. Það var það samþykkt með öllum 23 atkvæðum. Og að lokum eru greidd atkvæði lið 37, stefnu í málaflokki fatlaðs fólks og við skiptum atkvæðagreiðslunni í tvennt. Við byrjum á því að greiða atkvæði stefnuna sjálfa. Þeir sem samþykkja það vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt með öllum 23 atkvæðum borgarstjórnar. Og svo greiðum við atkvæði aðgerðaskjal með stefnu í málaflokki fatlaðs fólks og þeir sem samþykkja vinsamlegast gefa merki. Það er samþykkt með öllum atkvæðum 23 og þá er ekki meira sem að liggur fyrir þessum fundi nema að minna borgarfulltrúa á að senda bókanir ef einhverjar eru eftir. Eru allar bókanir komnar? Þá er bara kveðja borgarstjórn með kveðju úr bókinni Góðri. Bókin opnaðist á eftirfarandi orðum: eftir skúr kemur skin. Takk fyrir samfylgdina og fundi er slitið klukkan 17:23.